Halló? Hvílík leið til að byrja maður. Ok. Góða kvöld, gott fólk. Við erum velkomin í undarúrslita leik áhugamannamótsins 2025. CBT á móti Dogs. Nei, CBT á móti Jötun. Ég heiti Fortnite maðurinn. Hérna með mér er Died for Ward eða Died for Plate. Já, dætt var vart, afsakið. Við keppum hérna með Dogs og við erum komin hingað til að dæma þessi lið. Nei, tjúk. Örlítið. Örlítið. Já, draftið hlýtur að fara að byrja fljótlega. Já, vonandi Leikurinn það. er að byrja hvað? Byrja eftir 3 mínútur. Við erum hérna mjög spenntir að sjá hvernig þetta draft fer. Maður sjá. Sko, CBT, þeir eru ekki búin að tapa leik. Þeir eru rosalegir, sko. Sem er, nei, þeir eru ekki búin að tapa leik. Já, Nei. það er rétt. Það Þeir unnu 2-0 á móti Sigmars Republic í 8 liða úrslitum og unnu alla leikina sinni í round robin. Bara magnað vel gert hjá þeim. Maður sjá, Jötun, þeir tóku 4 wins af 6 í round robin. Já, maður sjá, þeir töpuðu á móti CBT, alltaf, bæði grúpu B-lið. Já. Já, þeir voru, þetta er sama grúpunni, þeir töpuðu á móti Whisky og CBT Jötun og unnu leik. Better Jungler wins. Það var, þeir unnu þá 2-0 í 8 liða úrslitum. Þannig, þetta eru mjög sterk lið. Við vorum að keppa hérna á móti hvort öðru. Það er með sannfærandi sigra. Æðilegin mjög rangt í solo queue. Það verður spennandi hvernig þetta verður. Og þetta er pínu drift, sko. Það er Diamond, sko, í Jötun. Diamond upp. Frá mid, jungle top. Og akkurat öfugt í CBT. Það er reyndar master í topplinu þar. Þannig að þetta verður bara heavy all around, held ég. Já, ég er að búast við að við sjáum mjög sterkan leik hjá Jötun í botlaneinu og þá á móti sterkan leik topplaninu fyrir CBT ef við erum að horfa á bara röngin, sko. Já, einmitt. Og champana líka í rauninni. Einmitt, það verður spennandi, sko. Síðan sjáum við að Wukong er mikið pikkaður hjá báðum liðum í junglinu. Þannig hann gæti verið bara pick or ban. Hann er náttúrulega ekkert fearless. Þannig, já, það er bara allt í boði í rauninni. Kannski fyrstu 3 banin hjá báðum liðum mikilvægust. Svona að segja svona til hvort að comfort það er að vera opið eða ef það myndi vera að banna til dæmis Wukong Viego. Það myndi taka mikið frá báðum junglernum sem gæti gert jungleleikin mjög spennandi. Já, sjá. Já, svipa líka með topplanirna. Ef Ornn og Kissant eru bannaðir, mikið spilaðir. Já. Náttúrulega ef það er spila Ornn og Kissant, þá er þetta bara svona fjöll í topplaninu sem gerist voru lítið. Einmitt bara lítil eiga uppi, sko. Já, nákvæmlega, en ef við myndum sjá, þú veist, eins og þeir á að spila Gangplank og Yorick, Aatrox, það gæti verið miklu meira spennandi bardagar þar uppi, sko. En það kemur í ljós. Sjá. Hvernig verður þetta með sides? Sýnist CBT sé að fara að taka red side í fyrsta leiknum. Þá geta þeir ekki tekið Wukong. Nei, það er kannski vilja að sjá hvort að þeir banni Wukong fyrst. Mótaðalinn, sko. Mér líður eins og Wukong gæti verið bara sterkt first pick. Já, hann er ekki bannaður, þetta er eins og segir. Þetta er pick or ban, sko. Einmitt. CBT með 2 leiki í röð, hérna sé ég, hérna, og svo 3 í viðbót í lokin. Í robinunum, sem sagt, sko. Og Jötun með 4 í röð og svo bannaður aðeins. Þetta verður líklegast bara bann. Það er mitt gisk, sko. Já, þetta er svona,
Mér finnst það meira fyrirsjáanlegt hvað við getum séð í Jungle Top. En eins og midlaners, þeir eru svolítið út um allt, sko, hjá Já. báðum liðum. Þetta er... Báðir masters, þannig að þá líklegast Mhm. sko confident á mikið. Já, þeir hafa líklegast marga champion að velja á milli. Þannig það gæti verið spennandi. Já, gætum séð Talia bann eða Sylas bann. Kemur bara í ljós. Sjá, sýnist við erum að fara að detta í draft. Núna, Þetta er allt má út ég fyrir sjá. það sko. Sjá. Já, það er að koma í gegn. Já, við getum líka séð Tristana bann. Octopus í CPT er búinn að fá marga Tristana leiki. Og þeir náttúrulega eru búin að vinna alla leikina, þannig það lofar góðu fyrir það að þeir fá championum sinni í gegn. Sjá. Það er að fara að byrja. Já. Ég myndi giska að við myndum sjá alveg út í bláinn. Tristana bann, Aatrox bann, Kayzante bann. Já. Eitthvað, þessi þrír eru stór. Ó, við sýnst við sem byrjaðir. Já, það er byrjað. Ok. Sjáum hvað er pikka fyrstina, að banna fyrstina. Jötun er með fyrsta bannið. Þar getum við séð eitthvað eins og Tristana, Kayzante. Mögulega. Já, það er Kayzante bannið. Það kemur eiginlega ekki á óvart. Nei, alls ekki sko. CPT eru með mjög sterkan topplinir. Spila Kayzante. Lucian, já, reyndar Já, Lucian kemur tekur heldur ekki á Lucian óvart. Af one man. Já, one man er GM spilari og hann er góður á Lucian. Það gæti bannað út bara hann alveg. Þá væri það Lucian og Korki. Já, það kemur Tristana banni líka og Talia bannið. Já, þeir eru að banna mjög sterka champions hjá hvorum öðrum. Þannig það verður kannski ekki mesta komfortið hjá báðum liðum, en það er smá flex pick. Já, Talian hjá Jötun er mjög sterk. Ok, Ambessa, og hann kom Wukong bannið. Þeir vilja ekki gefa Jötun first pick Wukong. Já. Syndra mid, first pick. Einn af hans champions, þannig að þetta er pínu comfort pick, það er kannski mjög þægilegt. Já, Syndra er líka fín í að blænda, en það er hægt að pikka mótinni, sko. Já, vissulega. En það sem þetta er eitt af komfortunum, þá er þetta mjög solid pick. Viego, já. En og aftur, þeir eru í rauninni bara að taka þægindi. Já. Sem var skilja eftir opið eftir þessi fyrstu 6 bands. CPT. Já, bara Viego er frábær. Og Auroran. Ok, þetta er þarna comfort pick. Við erum svo sem að fara að sjá það mikið, sko. Já. En þetta, sérstaklega svona fyrstu pickin, en síðan þegar það líður á, þá þarf að fara að sjá einhverja liðsheild í þessu. Einmitt. Jötun bara með aftur comfort pick. Já, þetta er bara mjög gott. Belveth Viego er alveg spilanlegt, báðar hliðir. Sama með Aurora Syndra. Mér finnst samt Syndra eigi yfir höndina. Já, hún fær bara verið friðið aðeins að skeila, held ég, sko. Það kemur Orn inn. Já, það er ekkert Kayzante pick á móti Orn samt núna. Nei. Það passar því nefnilega. Það er áhugavert að sjá hvað kemur núna.
frá CBT. Þeir hafa valmöguleika samt, sko. Jóra eitthvað skilin eftir opinn, ekki Ambessa. Gangplank. Okkar maður Gangplank. Vá. Það er... Þetta verður áhugaverð topplane. Mhm. Ég er mjög til í að horfa á þetta topplane. Gangplank er samt... Hann á svolítið erfitt með Belveth út af öllum þessu dashes. En náttúrulega ef Gangplank nær halda sig í leiknum, fara jafnt í leini sérstaklega, hann fari svo mikið meira gull heldur en Orn, hann getur vel tekið við leiknum, sko. Og ef hann passar upp á barrel, svo er ekkert mál að sleppa frá Belveth dössunum, sko, með þessu múmiskipti sem hann fær. Já, þetta er áhugavert, sant? Ég er mjög spenntur að sjá hvernig sérstaklega Jungle spilast, sko. Það verður eitthvað, sko. Ég er ekki alveg nógu fróður þetta Syndra Aurora matchup, en Nei. Það verður spennandi að sjá hvernig þið spilir þetta, hver enda með Pryo og svona fyrir sköttul bardaga. Já, heyrðu maður sjá, það var... CBT bannar bara 2 supporta hennar strax. Já, það er endar líkil atriði banna svona engage supporta til að móti Gangplank. Já, og Jötunirna sér að þeir hafa pikkað 6 barda einu sinni og þeir kannski vilja bara ekki sjá það aftur. Já, það er... Kannski líka lítið spilað og erfitt að vita hvernig það ert í þessu móti leini. Þetta er ekkert mjög algengt þú ert að fara að kynnast hversdags solo queue leik, þannig að þetta er kannski bara gott að losna við þetta, sko. En ég hugsa við fáum þá ADC pick hérna, kannski Corki eða eitthvað og geima bara support fyrir last. Sjá, hvað sjáum við? Það er engin. Er þetta... Ég sé að þeir skrifa í chatið Caitlyn. Ok. Það er ekki náð að panta, klikka á championin. Já, ok, Caitlyn, já, það er enda bara... Það er fínt, hún hefur endar ekki mikið til að stoppa, hún hefur alltaf flash og eigi sitt á móti, en Belveth Orn svona... Corki Braum. Corki Braum, þetta er bara mjög sterkt duo, sko. Mjög sterkt duo. Braum er líka mjög góður inn í Caitlyn. Og enn aftur, bara comfort picks. Þetta er... Allt comfort picks í rauninni. Já. Það verður spennandi við að sjá Fearless í finals. Það var ekkert hægt að pikka bara sama aftur og aftur. Það verður spennandi, sko. Caitlyn Nautilus, það er enda líka mjög sterkt. Caitlyn Nautilus. Ok, já, þetta botlane verður áhugavert. Braum er, myndi ég segja, góður inn í Nautilus og Caitlyn. Þannig þetta gæti sveiflast í áttina hjá Jötun. Það botlane. Midlanið, já, 50-50 matchup. Þetta fer bara allt eftir hæfileikum. Já. Þannig, það verður örugglega nóg að fylgjast með. Síðan veit ég að CBT eru... Þeir geta verið lane dominant, sko. Ég fengum að finna fyrir því þegar við spilum mótið þeim daginn. Þannig það verður rosalegt, sko. Sjá. Hafa allt hérna á hreinu. Þannig nú hefur við hvað? Nokkra mínútur í leik. Þetta... Ég vil sjá... Það væri gaman að sjá eitthvað svona spennandi eins og þú veist þeir hafa núna Nautilus, Viego, Caitlyn. Ef við vilja reyna eitthvað late invade red side. Þú veist, red side hjá blue side. Það væri spennandi, sko. Þeir eru meðalveg... Það var það sterkt að því að Caitlyn er miklu sterkar en Corki level 1, sko. Og líka bara, þú veist, gætu tekið eitthvað svona vilt Nautilus Q með Caitlyn trap og þú veist, það er svolítið erfitt að komast út úr því, sko. Þittu með Q-i, auto-attackaður, stígur í trap, þú ert bara
tekin út, sko. Þannig það geti komið á óvart. Ég held nefnilega að það sé ekki búið að vera algengt í þessu móti meðal leikmanna að fara bara og henda sér í eitthvað invade snemma. 5 stakka invade. Já, einmitt, það hefur ekki verið algengt, sko. Maður hefur kannski séð leikmenn hér og þar svona eitthvað að skoða sig en hlaupa yfir og alveg bara komitta í eitthvað. Það er svona smá stress í fólki, sko. Maður er ekki eins og að sjá einhver að vera að reyna að fá eitthvað vard, sko. Það er allir mjög hræddir við allt að labba inn, sko. Já. Einmitt, það er áhugamannamót, áhugamannadeild, en það er alltaf þessi brennandi inn í manni að vilja vinna. Margir vilja vinna, þegar maður er að náttúrulega þetta er líka, þetta var stórt mót, 14 lið, það eru 2 grúppur í round robin, þannig, já, þetta er búið að taka núna, þetta er búið að vera 3 vikna mót. Já, í lokin þá er þetta búið að vera heila 3 vikur, sko. Já, nákvæmlega, þú veist, þannig fólk er náttúrulega bara búið að verja tíma í þetta. Bara að setja lífið á pásu og æfa sig og svona. Já, nákvæmlega, þannig það er náttúrulega, það eru tilfinningar í þessu og allir vilja vinna. Já, maður er að spila til að vinna, sko. Þannig þetta mér finnst þetta vera svolítið svona, þessi leikur er svolítið Clash of the Titans. Því þessi lið voru bæði mjög sterk í sinni grúppu. Já. Og náttúrulega bæði komin núna í undanúrslit eftir að taka 2-0 á móti liðunum sem þið keyptu í 8 liða. Við náttúrulega, sko, við alveg töpuðum alveg frekar á móti báðum, þannig að við vitum hvernig þetta verði, sko. Ef eitt liði fara að snowballa, þá vitum við hvernig það er að vera hinum einn, sko. Já. Þetta verður bardagi, myndi ég segja, sko. Síðan líka, þú veist sagt, hvað maður segja, sturlaða staðrendi eða eitthvað. Það voru bara lið úr grúppu B sem komist áfram. Já, það er þetta ótrúlega fyndið í rauninni. Undanúrslit, já, það er svolítið fyndið, sko. Þannig, já, maður er kannski að búast við því að Jötunn vilji fá smá hefnd, skulum við segja, eftir að tapa þarna á mótið þeim í round robin. Og kannski smá hiti í þeim, sko. Ég vonandi fáum við bara 3 leikja bardaga. Já. Það væri mjög gaman að sjá. Sko. Já, einmitt. Og eins og ég segi, þetta eru mjög high ranking lið eins og maður segir. Þú veist, allir að standa sig í solo queue eða hvað sem þeir spila. Þannig, já, einn í Grandmaster, Master Players, Diamond. Ég er reyndir leikmenn. Sjá. Í rauninni bara eini munurinn er að CPTM1 junglinn þar er platt í solo queue. Já. En svo á móti kemur sko eitt í sín í Jötunn Grandmaster. Þetta er svona bara mjög nýfjamt að þeim. Já, þetta jafnast svolítið út svona í heildina. En það verður samt áhugavert að sjá, sko, hjá einmitt CPT junglernum af því hann er platt mótið Diamond og sýnist vera mid-main fyrir junglið. Þannig það verður spennandi. En fekk sann sem áður þá líklegast eitthvað comfort pick. Þráttur að vera off-roll. Já, það er náttúrulega aðeins tælara allavega. Já, hann náttúrulega fekk að flakka Wukonginum í 5 af 8 spiliðum leikjum. Yes. Sem er náttúrulega bara ljúfengt, sko. Já, einmitt. Það er ljúfengt. Og við erum að byrja. Þetta er alltaf að byrja. Ok. Kannski munum við sjá eitthvað invade núna. Við erum nýbúin að segja að enginn er að gera það. Hver veit? Og mér sýnist, ok, CPT er að pinga fyrir svo sem að kalla standard cover. Það er bara einn leikmaður stendur á svona í rauninni hverjum inngangspunkti. Ok, þeir eru reyndar að dreifa þessu smá. Já. Ok, þeir standa á hverjum inngangspunkti,
Ó, hérna gæti eitthvað gerst. Hérna gæti náð einhverjum. Leikmaður lappar endar upp sem er mjög gott. Þannig þeir eru séðir. Svo held ég, sko. Ok. Þeir gætu reynt að grípa einhvern veginn að... Já. Mér sýnist þeir alltaf taka, já, þeir taka örugulegina, þeir þekkja það nógu vel að ef þeir lappa þarna þá er líklegast í vondumálum. Já, mótið Nautilus og svona. Já, já, sko, ég var eiginlega búast við smá einhverju svona frá CBT, verandi með Nautilus, þeir myndu reyna eitthvað, en þeir ákveða að velja bara venjulegt, passa alla ingangana og það hefur endað með því bara sem betur fyrir þá. Það er komist úr þessu lifandi því þetta hefði getið verið ljótt fyrir leikmann í topplininu. Ef hann hefði staðið bara inn í runanum, þá hefði hann líklegast ekki séð það því þeir ætlaðu að fara yfir og lauma sér inn og birtast bara fyrir framan hann. Það hefði verið ljótt, sko. Já, en það verður ekkert, maður sjá, það er Raptor start hjá bæði Viego og Belveth. Áhugavert. Er það ekki bara pínu normið núna í dag? Nú veit ég ekkert, ég er bara support player, sko. Segðu okkur aðeins, Gummi, hvað? Það er mjög algengt. Sérstaklega það sem, þú sér það sem Belveth er að gera, hún tekur Raptors inn í Golems yfir í þá Red Buff, getur leitað, barða í gangi hérna í botlinu. Já. Bara one man næstum því 1/4 lífi eftir, sko. Ok. Báðir hjá CBT bara healthy og... Ok, þetta er áhugaverð byrjun. CBT, eins og ég segi, sterkt botlane, sko. Allavega af okkar reynslu, sko. Já. Og hérna, já. Syndra með smá vision í Raptors og Nautilus eitthvað að kíkja. Snemmt róm hjá Nautilus. Þetta gæti kostað flassi, já. Hvað segir maður? Worth? Talandi sem support player, er þetta ekki svona stoltið þegar maður er að spila support? Jú. Að lappa bara í millinu og stela flassinu með óvinna millinunum. Því að ég missaði ekki túkinu, sko, hún flassaði frá mér, sko. Einmitt. Ok, Belveth kýs að sleppa Blue og Gromp fresta ætlar að reyna að fá early gang topplane, en verður ekkert úr því. Gugnar aðeins og það er ekkert út í. Gæti sér alveg Nautilus Hook, hann er rosalega grimmur í þessu runna, þeir eru með vision. CBT er að pressa mjög mikið á botlinni, þeir eru bara þrýsta þessum waves áfram. Gæti reynt að spila eitthvað bounce inn í sig, það neyða, bæti topplinu upp? Já, ekki alveg, að flassar ekki eins og burt eða neitt. Nei, en hann þarf vel að fara gangplank núna, þannig að hann verði ekki dæfaður af Belveth Orn-kombóinu. Það gæti hann bara að leita að því. Hann bakkar ekki. Nei, það er þetta rosalega skrítið. Nei, en hann er frekar öruggur með flast, þannig ég held við sjáum ekki neitt. Já, en hann er nú ekkert með neitt mana ef hann ætlar að reyna að grýta meira, sko. Já, mér sýnist þau ætla bara að giftast á Raptor sinna. Sem er bara óskup eðlilegt í djunglunu. Já, hvernig er þetta að fara millinið? Það er nú bara nokkuð nýfjamt, sko. Nýfjamt öðum, sko, nema og Roran er aðeins minna HP, sko. Er hún ekki aðeins á dreinsuðu það? Jú, í rauninni, sko. Þetta match-up, sko. Sjáum við eitthvað? Nei. Nei. Það er erfitt að ganga að Roru. Hún náttúrulega bara hoppar ósynleg. Já. Það er bara búið. Og sama með Sindri, hún bara hendir þig burt. Einmitt. Það er svolítið erfitt þegar Nautilus kemur með hook samt. Þá áttist aðeins meiri vandamálum, sko. Næstu, maður er oft lent í þessu. Ég voru bara að gera þetta líka í gær bara, sko. Já, einmitt. Þetta er mjög stórt hitbox á þessum hook. Maður sjá, uppkomandi drekafætt mögulega second clear. Já, Nautilus er að fá smá reset á botlane. Gæti alveg Viego að patha niður, sko. Gangplank mjög tæpur. Er hann að fara að falla? Þetta er svolítið tæpur glæpur, hann verður að reyna að forsa. Hann er ennþá með flash, sko. Já, hann lifir þetta af, sko, en hann var að grýta svolítið mikið fyrir þetta crash.
En nú gæti hann verið í smá verri stöðu, sko. Já, það því að Núna... Ornn ennþá með TP nefnilega, sko. Ornn með TP advantage, þetta er ekki fallegt fyrir Gangplank. Já, og getur bara buildað items í leini og með biscuits. Þetta er bara gullið fyrir Ornn í rauninni. Já, eins og sjáum, CPT með Drega Prio. Belveth er ennþá að klíra top camps, þarf að hlaupa niður. Ekkert flass á Syndru. Já, þetta gæti reyndar alveg svipar áttir, sko. En Caitlyn er töluvert sterkar en Corki. Það er svona hápunkturinn. Hann er með Cull og Tyr. Og síðan Longsword Doran sem meðan Caitlyn situr á BF-swordi sem er... Þeir ætti ekki að fæta hann að drega og mér sýnist þeir ætla ekki að gera það. Nei, langgólast að gefa hann bara. Gæti farið bara aftur þannig að Belveth spilar fyrir Raptoruna hjá Viego. Nei. Hún ætlar að fara að covera mid. Og það gæti komið upp. Ég ætla að segja að CPT er aðeins grimmari með vision, sko. Kíkir á þessa mappi, þannig þeir hafa efnað að gera svona plays, en þetta mistökjaði? Þetta var hæpur glæpur, sko. Þeir hefðu reyndar átt að koordinata betur. Þeir vissi að Belveth var að labba hana. Þú voru alveg tilbúinir fyrir það. Þeir þóttir sem fara að falla. Brom passið. Flass er í boði. Já. Hann flassar. Hann er átt. Ok, þetta virðist reyndar rosalega hás. spenna. Já, þetta sveiflaðist svolítið í áttina fyrir Jötun. Nautilus missi flass. Já. Aurora ekkert ulti, en Syndra á sama tíma ekkert ulti. En það er þægilegt fyrir Jötun botlenið að þurfa ekki að hafa ágjur af flasshúk frá Nautilus. Mjög svo. Það eru bara eitt að skelfilegast að hugsa sem ATC held ég. Og hann er ekki að spila með hexflass, þannig að hann getur ekki flassaði veggi þó hann sé ekki með Þeir eru flass. að fara í dæfið. Þeir eru að fara í dæfið. Og hann er fallinn. Hann lifir af, já. Rosa flott hjá þeim. Bara, hann notaði barrier. Getaði bara að dæfa hann, þeir eru með svo mikið CC. Það reyna að treyta inn í topplinu. Já, Ornn er samt mjög sterkur og... Já. Hann eiginlega höndlar þetta sjálfur. Vá. Og nú kemur Belveth og Brom til að secura þetta með þeim. Þetta eru grubs fyrir Jötun. Heldur betur, sko. Og ekki leiðilegt að Ornn sýti hvort er á gulli. Hann er hvort er rosalegur þegar hann kom með fyrsta iteminn, sko. Já, hann er hérna með rúmt 20 CS lead, yfirgang blank, 2 kills. Hann er að fara gjörsamlega að taka yfir þessu topplinni. Þannig það verður spennandi að sjá. Það verður hérna herald eftir 6 mínútur. Hvert að þetta sveiflist eitthvað, annars er það ekkert að fara að vera ardagi. Ornn getur bara lappað hann inn og getur ekki drepa hann. Þetta... En það getur svo allt gerst ennþá, sko. Eins og við sögum í byrjun, sko, að Gangplank þurfti bara að vera even og þá vinnur hann í rauninni. En ef Ornn fær svona mikið lít, þá er erfitt fyrir Gangplank að koma sér tilbaka. Einmitt. Það er líka fyndið, við vorum að segja, sko, að CPT væri mögulega með sterkari topplinir út af ranks, en CPT topplinir er að tapa og við sögum að Jötun er með sterkara botlane og Jötun botlane er að tapa. Þannig að þetta er akkurát öfugt, eins og maður getur séð að hlutinni geta alveg farið í báðar áttir. Þessi leikur er alveg líka nógu jafn til að við getum séð alls konar sveiflur. Eins og í topplinu. Er hann að bara falla aftur? Hann er ekki ennþá komið á flassið. Ekkert flass í boði, ekkert ulti, þetta er bara... Gefur Belveth killið. Dreifa gullin aðeins. Sterk Belveth er líka stórhættuleg. Stórhættulegt, sko. Sjá. Það er alveg gaman að sjá Viego reyna að meika eitthvað botleinu. Þeir eru með mikið uppi. Ekkert flass á Nautilus ennþá. Mæ! Jáhá. Þarna kemur styrkurinn hjá Syndru. Einmitt, bara börstið, sko. Við komum að sjá ultið, það bara dreytar hann niður. Syndra er með þetta svona popping power. Allt í einu. En Aurora sömulegis líka. 2.5Q ulti og þú springur allt í einu. Já. Við getum verið að millinu, sko.
Er þetta fara að vera eitthvað Aram botlane eða? Nei, Sko, þeir vita ekki af Viego. Nei, þetta er þetta rosalegt hjá honum. Hann er með ulti í bóði en ekkert flash. Nautilus náttúrulega ekki með flash. Nei, en hann er með... Nei. Ok, þannig að það er flash í bóði hjá Braum og 2 alltaf í bóði hjá Corki. Þetta er... Herru, hann hittir ekki stönninu. En hann mér sýnist Corki og fallur. Já. En Viego gæti fallið líka. Já, hann tók ekki resetið, nei. Hann fekk ekki resetið í tæka tíð. Ok. Rétt veldur. En, já, þetta sendir samt CPT botlanið langt á undan Jötun botlaninu. Caitlyn er trúlegast komið með item. Á meðan Corki er ekki hálfnaði með Tyr og ekki einu sinni hálfnaði með Köll. Þannig það er svolítið í að hann fari að rífa sig í gang, sko. Það þarf að fá einhver kills, sko. Annar til ekki stundur, sko. Gæti eitthvað snúist í hans hag. Já, þetta er enda, sko, já. Það verður svona erfitt fyrir Caitlyn að díla við Ornn, sko. Ornn er náttúrulega með þetta. Hann bara... Unkillable passive, sko. Já, hann kom með 167 armor. Þú veist það. Það er TP í bóði hjá honum, ekki TP í bóði hjá Gangplank. Það er góða líkur á CPT þurfa að gefa þetta þrátt fyrir að vera með sterkara botlinni. Já. Bara TP advantage á Ornn er... Ó, herði! Nei, ok. Það var ekkert út úr þessu. Ekkert út úr þessu. Já, þeir ætla að spila þetta, sýnist mér. Þeir eru svolítið splittaði með Caitlyn off to the side. Jötun eitthvað hrættir, sko. Já, svona... Á blaði er CPT alveg sterkari, en leið og Ornn kemur í bardagan, þá er þetta, snýst þetta svolítið við. Og hann, eins og ég segi, er með TP í bóði, ef það þarf. Já, ég held að það sé bara stóla á liðið sitt sem með þetta, sem er bara... Já, bara best víst að þeir ná drekkanum sjálfur. Já. Syndra mun líklegast falla hérna. Já. Syndra fellur. Ok. Bara mjög jafnbardagi. Já. Og Nautilus fellur líka. Já. Mjög grítið á Róru til að ná einu killi en... Braum með skjöldin. Flassi kemur út til Corki. Ok. Þetta er rosalegt, sko. Já, ég myndi segja að þetta var svolítið gríti hjá honum Ornn að TP ekki. Það er náttúrulega stoppar Gangplank frá að fá frítt að farma, en þau hefðu hart tekið þetta. Herru, er Corki að fara að falla líka? Nei. En þeir hefðu hart tekið þetta með honum Ornn. Alveg 100%. Allan daginn, sko. Eina móti kemur, bara ekki bara Ornn að ná sér í plates og eitthvað svo leiðis. Jú, bara sko að stoppa Gangplank frá því að komast á hann. Nú þegar komið með Trinity Force, en gera nú þegar bara, þó hann sé búinn deyja tvisvar, þá er hann mjög hættulegur með bara eina item. Já, rosalegur. En þetta var nokkuð jafnt. Viego fjall, Nautilus fjall, Syndra fjall. Í rauninni engin gullmunur, það er rétt 1.500. Nákvæmlega, 1 og 1 dreki. En náttúrulega Jötun er með 3 gröpa. Það tilur, þeir ætla að fara að lemja turna. Já. Sem Ornn er búinn að vera að gera. Og það er náttúrulega 30 sekundur í Herald fight. Þannig báðir supportarnir eru búin að rótata út úr botlaneinu til að geta lagt pressu á mikilvægt objektiv eins og Herald er. Og þeir eru nú með 2 af 3 í feats með monsters. Já, náttúrulega feats mjög mikilvæg. Geta hjálpað næstum því snúaleg við eins og maður segir, en þetta hjálpar mjög snemma þessi litlu stats. Þau virkilega telja í snemma í leiknum, sko. Og þarna kemur flash-hookið á Syndru og Syndra bara fellur. Þetta er of mikið. Það er náttúrulega, þú veist, bara CC chain hjá Nautilus og damageið hjá Róru er bara hreinlega of mikið. Og ekkert flash í boði hjá Syndru. En Viego er að leita... Herru, er þetta annað Ornn? Nei. Jú. Flassi kemur út. Nei. Hann lifir af. Herru, þetta getur verið... Já,
Þetta er solo kill fyrir leikmannin. Ok, þetta var mjög gott fyrir CBT. Fengur turn botlinn líka. Voru að leita á honum Korki en náðu ekki að drepa hann. Fengur turninn. Ok. Þetta er eins og ég segi, þetta getur sveiflast hingað og þangað. Syndra TP að topa lítur er hann að ná sem gangplank tilbaka. Ok. Mögulega turn þá líka. Ekkert ulti í boði en hún tekur hann niður. Ok, þannig, já, þá er þetta góð tím fyrir Jötun að tryggja sér inn hennan Herald, sérstaklega sem orðin er með TP og Hexgates til að komast hratt í bardagan ef eitthvað skildi gerast. Þeir ætla að reyna að grípa Brom hérna. En þeir eru svona... Pínu miscommunication sínst mér hérna, sko. Já, þeir þurfa eiginlega að bíða eftir, þú veist, Syndra er að beisa, Orn er ennþá að lappa. Geti ekki tekið þetta fight 2. Það yrði allt of hættulegt. Orn búinn að vera pínu grítið með TP-ið sitt. Já, núna er það Orn og Gangplank báðið með TP. Þannig, ef það kemur Herald fight, eins og maður er að búast við, þá gæti það orðið skrautlegt. 5 manna bardagi. En það fer endar að, já, hvað, það eru 54 sekundur í dregan, þannig það gæti enda með að verða bara skipst á. Já. Bara Eitt liðið spila fyrir dregan. eins og maður segir, sko. Já, nákvæmlega. Eitt liðið spila fyrir dregan og eitt liðið spila fyrir Herald. Orn er komið með 2 items. Hann er gríðarlega stór. Já, hann fór líka randúins, hann er sko allar að núlla hennar gangplank. Já, það eina sem Gangplank hefur er þetta base armor pen á Baroninu sínum. En annars er það ekki komið mikið meira að taka niður nema að hann er ekki með neitt magic assist. Þannig að Aurora getur kýtla hann, skulum við segja. Já. Hún er með heilan item. Já. Þetta er svona, staðan er nokkuð jöfn fyrir utan. Svona, það eru svona spækar hér og þar. Orn með 2 items. Belveth með nokkra components í Viego. Þetta er svona, já. Það er að steytast í að Korki verði öflugur þegar hann er komið Trinity Force og týrið hans er að verða tilbúið. Og Köllið, 12 stakkar eftir. Ok, mér sýnist CBT fá meir út úr þetta samt. Það var tekið Herald fyrir drega, en þeir fengu mid-turret líka. Og þeir eru, Jötun er að leita af einhverju. Ok. Ekki Caitlyn, en vonandi... En þeir fá Nautilus. Mér sýnist Nautilus vera að falla ekkert flass. Hann er fallinn. Ó, þeir eru að leita af... Ó, Brom ultið connectar ekki, en Syndra ultið nær að tryggja... Plass er áplegið. Þetta var einfallega lítið sem hægt að gera í því. Flash ult, sem verður ekki orðið. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það er, en það verður execute ult. Eftir ákveðna mikið að stökkum að því. Flott ulti á gangplanka hægja á veifinu. Já, hann gerir vel að þekkja að þeir séu að fara að elta niður. Þannig að hann típið að burt. Ekkert ulti í búið hjá Syndru, þannig mjög erfitt að drepa þessa Caitlyn. Hún er með allt. Hún gæti í rauninni drepið Syndru ef hún overextenda smá, sko. Já, og eitt tap kannski, sko. Nákvæmlega. Það er ekkert meira. Sjá, við erum að sjá alveg, sko, 20 CS mun, top, mid og í AD carry-rólinu. Það er eiginlega stærsta bilið er í AD carry-rólinu. 177 fyrir 138. Það er CBT meinin, báðum mid og top er Jötun meina, þetta er bara akkurat eins og gefið til kynna í gold difference uppi, það er nánast engin. Það er eiginlega engin, sko, sérstaklega fyrir að koma Atakan kemur upp ljótlega, eða ekki? Það er bara einhverja nokkur sekundur í það. Já, ég bara held að sé að lifna núna. Já, nokkulega. Þannig, þetta verður... ekki með TP, ég held að hann ætla bara að taka turnin. Aftur er Jötun með TP advantage. Hann grítar ekki fyrir turnin. Nei. Reyna bara resettið. Já. Ég sýnist þeir droppa þá lokal gullinu. Já. Pínu skrítið, en... Það er
mikil áhætta í því að grýta fyrir þetta, sérstaklega þarna sem Hexgate getur tekið Belveth lengst fyrir aftan hann. Einmitt. Og hann sér líka, þú veist, hann þarf líka að bakka, ekkert TP, Atakan komin upp. Hann bara þarf að koma sér út. Skilur bara gullið eftir. En, já, þeir ætla þá að spila þetta akkurat öfugt, já. Senda Auroru á móti Ornn til að hafa TP-ið í bóði. Það minn spurning, mun Ornn TP þetta fætt? Eða treystar hann aftur á liðið sitt? Það er spurning, Gangplank. Ykkur smá damage, en hann er með appelsínunar til að halda sér á lífi. Smá íþróttana með í kroppinn. Eitt af bestu abilityunum í leiknum. Gangplank 2 healar hann og tekur í burt öll crowd control effects. Já. Náttúrulega, kóngurinn á 2 abilities er náttúrulega Blitzcrank sem hægir á sér. Ekki glemma því. Já, einmitt, já, það er náttúrulega númer 1. Slows himself. Já, númer 1 er Gangplank, bara appelsínur. Númer 2, slows himself, Blitzcrank. Heldur betur, sko. Gerist ekki betra. Mér sýnst bara, Jötun allir bara byrja þetta. Já, þeir eru bara mjög grimmir í hann. En þeir verða að hafa það í huga að Atakan getur rænt í burtu alltaf 50 armori og magic resistance. Herru, þeir ætla að leita fætinu. Já. Þeir ná ekki ón á Caitlyn, en hún þarf að brenna cleanse. Já, einmitt. Ornn og Aurora í bak. Corki alveg greipinn út í hafi og hann fellur. Þetta lítur mjög vel út fyrir CPT núna. Flash hook! Nær ekki að lenda. Nei, en Ornn reynda með risa ulti. Nei, hann hittir því ekki. Ornn er stönnar, nær ekki ulti, ja. Skiptir raunin ekki heldur ekki kúið. Ekki nokkuð beð. Belveth flash 2 lendir ekki. Mér sýnist Jötun vera að falla í hérna algjörlega. Já. Alveg bara í vaskinn þessi bardaði fyrir þeim. Já, þetta var... Það var erfitt að Corki sé tekin út svona snemma. Þegar það er enginn til að píla fyrir hann, þá er fæti strax orðið erfitt að spila. Og já, CPT mun njóta þess. Fá fullt af pening, fullt af gulli, experience að drepa Atakaninn. Núna er þetta svolítið búið að sveiflast. En það er langt frá því að vera búið. Já, langt frá því sko. Þetta er ennþá hnífjamt. Jötun með drega advantageið. Þetta er, maður sjá, við erum komið með 2 items á Belveth. 2 items á Syndra, 2 items á Corki. Þannig þetta bara með góðum staðsetningum í bardaga þá getur þetta sveiflast í báðar áttir. Jötun þarf að passa sig sérstaklega á Viego resetunum. Já. Hann getur bara algjörlega tekið yfir ef hann fær það fyrir frýtt. Sjá. Og líka það er eiginlega allir í liðinu hjá Jötun sem eru góðir fyrir hann til þess að stela, þannig að skiptir raunin ekki máli hver deyr fyrir resetið. Emitt, herðu, stönnið lendir á Caitlyn, flash ulti og hún fellur. Aurora ulti kemur út, Nautilus fellur. Já, þetta voru sem voru að leita, bara sprengja Caitlyn snemma. Herðu, Ornn ulti á Aurora kemur flash. Tæpur glæpurur, herðu. Herðu, Corki að reyna eitthvað en að næra hann henni. Aurora kemst upp með að ræna Corki. Þetta gæti að vera smá grít en þeir fá dregan í staðinn. Þetta var rosalegt. Bara stönni við vegginn yfir í flash Q ulti og bara Caitlyn bara hvarf. Þetta var rosalegt og það er náttúrulega líka á sömu átt ef Belveth fær reset í fæti. Hún ultiar óna bara fullt af fólki, bara true damage, slow. Það getur líka, þetta eru báði jungleras geta haft mikil áhrif á bardaga hérna. Það er að sjá að tala minna. Ekkert flash í boði hjá mid, ADC og support hjá CPT. Baron uppi. Eitt fight getur orðið ljótt fyrir CPT með svona lítil flush á... Já, mér sýnist nú bara á toppalinn spáðir bara að vera með flassið. Já, það er bara... Caitlyn er svo immobile, einmitt, þú veist, ef bara eitthvað Syndra stönnar hann í vegginn.
eða Belveth Q2 allt í einu. Það er 2 fyrir og Belveth getur cancelað hjá Caitlyn og þá er hann ekki með neitt movement eftir. Og ekki með cleanse og 1 CC ability er þetta bara búið, sko. Það er nefnilega góða við verðum með Brominn. Herru, við sáum hann Brom var að fara að drepa kontrollvartið hjá Nautilus og hann setur nýtt niður til að stoppa hann frá að fá gullið. Á mér, sko. Þetta Svona á að gera þetta, sko. Já, þeir eru að berjast fyrir þessu smá gulli hérna sem supportar frá að ræna af restin af leikmönnunum í liðinu sinu. Nákvæmlega. Það líst mér vel á að sjá. Ég er mjög duglegur í þessu, sko. Þeir að leita af Aurora, mér finnst það smá bjartsýnt. Svolítið langt að hlaupa alltaf að koma að staðinni. Já, hún er bara að beisa. Já. Örugglega. Ekkert stress, sko. Sér hérna Ornn kom með Unending Despair, þannig að núna er kannski ekki Aurora vandamál fyrir hann. Nei, hann er búinn að upgrita Randuins, komið með Unending. Sýnist vera að builda í Mörk Treads. Syndra með 3 items, hún er virkilega hættuleg núna. Þannig að stutt í flash á Caitlyn. Herru, að leita af? Nei, hann er alveg tilbúin fyrir þetta. Já, halvfittar Belveth eins og ekkert sé, sko. Má ég sjá, þeir alltaf bara... Þeir eru eitthvað eldast, sko. Þeir eru bara að hlaupa á niður. Já. Þeir geta alveg verið sterkir í engage-inu, Jötun. Syndra pingar, hún sé ekki með flassið, þannig að kannski ætla að reyna að draga út fætið þessar 50 sekundir sem það er í flassið hennar. Það væri mjög gott. Í rauninni eina sem Syndra hefur akkurat núna er eðið sitt sem gæti virkað en í rauninni bara Brom. Bara hann hoppi fyrir. Já. Nautilus húkinn lendir ekki á korki. Þetta hefði verið barufæti ef þetta er hitt, sko. Já, CPT er alveg búinn að taka yfir í rauninni river control þannig hjá Baron. En það verður ekkert út úr því. Þeir eru bara greinilega að spila fyrir öll sums. Það er eiginlega dett í allt. Syndra frá flash, Bromur frá flash. Sýnist Ornn vilja bara spila fyrir drekan. Já, náttúrulega Soulfightið er mikilvægast fyrir Jötun núna. Að fá Soul er gífurlega stórt. Og líka er þetta ekki Hextech Soulin sem þið myndu fá sem er þá með þetta eldingasló. Það er alveg bara, já, það er mjög þægilegt að spila með því, óþolandi að spila gegn því. Yes. Já, þessi lane assignments eru óskup eðlileg, sko. Ornn að fara á móti Gangplank, Syndra allavega að vara á móti Aurora, og síðan bara junglers og supports að leita á einhverju. Og að fá smá vision. Báðir supports með gífurlegt vision score, sko. Getur við séð einhvern barda hérna? Báðir eru hræddir, sko. Enginn nálægt báðum. Þeir sjá ekki nógu mikið til að vita hvort að þeir hopp inn, þá séu þeir bara steindauðir, sko. Það er hættan, sko. En nú gæti... Sko, nú hefur Jötun valmöguleikana því CPT verður að berjast fyrir drekan út af sálinni. Jötun hefur það tækifæri að bara hjóli í Baroninn og hann að ná Baron. Eða leita að pikki á Caitlyn. Caitlyn er með flass í búið, hún flassar. Ok. Þetta er huge. Þetta er rosastórt. Og Gangplank flass, Syndra flass ulti. Þetta geta verið svolítið gráðugt. Takk ekki bara flassi á Gangplank. Vitandi að Caitlyn er ekki með flass. Ég held bara að hann hafi búist við meira damage frá sjálfur sér, sko. Já, þeir grípa þarna Aurora í 1 HP. 1 HP. Viego nær ekki að tryggja sér neitt form. Syndra fellur. Fyrir að Jötun sé að taka þetta, sko. Já. Já. Þetta er sól fyrir Jötun og þeir gætu mögulega að leita að því að fara í Baron, en sko, CPT álega sjensaði verja með Aurora Gangplank kombóinu. Sérstaklega Gangplank komin hérna í 3 items. Komin náttúrulega yfir level 13, þannig berlin hans eru að gera miklu meira núna. Það eru að virkjast miklu hraðar. Einmitt. Þetta fá að sjá hann. Lord Oms. Já. Ég vil sjá hann eitthvað poppa. Hann náttúrulega gæti lítið gert, ekkert flass í þessu fæti. Náttúrulega búin að vera tekið niður
mjög lágt í byrjunni af þarna Syndraflass últíinu. En núna eru við ekki með Syndraflass, ekki Korkiflass, ekki bara engin flass í boði hjá Jötun. Og bara Nautilus og Viego sem eru með flass. Sem eru þetta stórhættulega flass. Já, náttúrulega Viego getur chargeað upp 2-ultafið, flass 2-ultafað og Nautilus getur líka flass húkað sem er stórhættulegt, sérstaklega fyrir engin flass á Syndru nýja Korki. En þar kemur náttúrulega Braum á móti. Bara 2-ultaf sköldur, getur ekki gert neitt. Send bara fyrir. Orm hérna byrja barónin, þeir eru kannski að reyna að flippa fætt. Já, þeir ná hérna Viego flassi mjög snemma og Rora er að ná tier 2 botlane á meðan. Þeir verða eiginlega committi í þetta Jötuna, þeir eru að gefa allt botside sitt fyrir þetta. Aurora er bara að fara að taka allavega, hlýtur að vera 2 turna og inhib út úr þessu. Hún veldur þetta alltaf Viego og stelur þessu. Já. Hann er með ulti í boði, hann stelur baróninum. Jötun sko að tapa rosalega á þessu. Já, þeir tapa öllu botsætinu sinni hérna og ná ekki baróninum og mögulega eru Braum að fara að falla. Það lítur alltaf fyrir það. Braum fellur. Caitlyn kemur í bardagan. TP frá Aurora. TP, já. Korki gæti verið gripinna, hann er ekki að hlaupa nógu hratt. Ekkert flass í boði. Slóið hjá Aurora lendir ekki, flass húk frá Nautilus. Hann fellur. Þetta er gífurlega slæmt fyrir Jötun og gífurlega gott fyrir CPT. Núna sér maður goldi fyrir sig, sko. Þetta var rosalegt hjá þeim. Bara 2 turnar, inhib, kills, baron. Þetta er að segja þurftu til að snúa þessum leik gjörsamlega við. Núna þurfa Jötun svolítið að berjast fyrir að komast aftur í þetta. Byrjar það með Aurora Katsi shutdown fyrir Syndru. Geta að leita af fleiri. Ekkert Orn ulti, Belvet chunkuð út. Nei. Horfum á þetta núna, þetta er Gangplank komið með shutdown. Aurora komið 3 items, Caitlyn komið 3 items. Já, CPT er orðin hættulegir núna. Þetta er mjög spennandi leikur. Þetta er mjög spennandi leikur. Núna hefur í rauninni bæði liðin voða lítið að gera. Þeir hafa reynda baron, þeir geta reynda siegea núna. Sérstaklega það sem bot superminions eru bara að pushast inn sjálfkrafa næstu mínútur. En það er alveg 2,5 mínúta í Elder sem er mjög stór punktur ef til dæmis núna Jötur myndi stela honum, það getur sveiflað leiknum aftur alveg öfugt. Einmitt. Það er mjög spennandi að sjá hvernig það mun fara. En já, mér sýnist Lane assignments munu vera, Orn munu bara matcha með TP Gangplank toplane. Korki eða Syndra er að flakkast á milli bot til að grípa Super Minion Waves. Nautilus kúarinn hittir ekki. Það verður lítið úr því. Já, einhver þarf að grípa alltaf botveifið. Það er alltaf að fara stanslust pushast inn. Einmitt. Og það er bara spurning hver er bestur við að taka við gullinu, sko. Mér sýnist þau vera að fara að reyna að make a play. Það er flass í boði hjá Gangplank, en hann fellur. Já, það er ekki þess verið að flassa frá þessu held ég, sko. Nei, þetta er núna erfitt fyrir CPT að reyna að siegea. Nema þessi kanonminn tekur bara turnin sjálfur. Nei, hann er því ekki. Þetta setur alveg allt á hold fyrir þá. Já. Og flassið frá Braum, flass ulti á Nautilus, hann fellur strax. Aurora á hliðinni gæti reynt að gera eitthvað en þeir ætla að elta niður hérna Caitlyn. Já, Korki kemur á hliðinni. Korki fær gullið. Aurora er ennþá fyrir aftur á því. Þeir vita ekki af henni, en hún fer bara aftur. Orn pusha topp og bot pushast alltaf á móti Jötun út af... Þetta þeir kannski reyna bara að taka turnin og bakka svo kannski. Þetta... Korki að grípa veifið. Og Korki er að grípa veifið, hann þarf að grípa næsta veif, bakka og þú veist, núna er Elder eftir, þeir eru kannski að fara nema í pikki Viego hérna. Það ætla að vera draumurinn sko fyrir Jötun. Ok, hann er tæpur, en nú fór flass ulti frá Syndru og Aurora kemur hérna í bak.
Og Heyrðu. flash 12 hjá Belveth hittir ekki. Það Vá. er næstu í Sindri, mér sýnist hann allar að ná þessu sko. Þeir vilja chasea þá hérna, það eru 30 sek. Ef þeir fresta bakkinu hjá Jötun nógu mikið, þá munu þeir ekki geta brugðist við fyrir eldirfætið. Ó, barrel komboði missar. Smá height difference sýnist mér sko. Wait. Herru, Gangplank flassar yfir. Þetta Hann er getur bara flottur rosalega jungler. sterkur. Já. 1100 gull fyrir Gangplank hérna. Og jungler fallin er... Á, þetta eru 4 á móti 2 hérna. Já. Sýnist CPT bara að fara að reynsa upp. Jungler top og support hjá Jötun. Og Orni með flass. Já, hann bara tekur ekki eins og damage, hann lappar bara burt. Já, hann er alltaf ódrepanlegur eins og maður segir. En þetta verðist vera eldir fyrir CPT. Mér finnst líklegt að Jötun muni reyna að leita einhverju þar sem eldir gæti þýtt að leikurinn sé bara búinn. Já. En við sjáum hérna ennþá gullinu. Jötun er 1000 gull yfir. Með sól. Þannig... Ég held bara að það tekur sig ekki að reyna að stela þessu því að leikurinn er búinn ef þeir deyja við það sko. Já, Núna er sens að verjast sko. Þeir þurfa bara að íta út öllum veifunum og reyna að býða út innan eldar eða spila fyrir eitthvað svakalegt pick. Bara eins og það er reyndar ekki í boði flass hjá neitt af svona sem Belveth ekki með flass, Ornir ekki með flass, Syndra enginn með flass nema Korki. En ef Syndra geti náð bara QE ulti, það getur verið nóg til að drepa bara Caitlyn frá 100 niður í 0. Já. Sem væri rosalegt. Já, með við þessa items og uppgrindaða boots þá til það mjög líklegt. Já. Þetta er rosa spennandi leikur, 37 mínútur, Baron er að koma aftur upp. Þetta gæti reyndar verið rosalega erfitt að verjast. Elder og Baron. Eitthvað þarf Jötun að gera sko. Já, þetta eru 2 sterkustu buffin. Ætlar að berjast, ætlar að nýta tímann til að pusha út öllum veifunum, bara til að tefja. Það gæti verið sterkara sko. Mér sýnist þeir alltaf ekki einu svona að reyna. Nei, þeir þóra ekki í Elder buffið. En þeir ná að pusha út bot, mid, mun mætast og topp. Þeir ætla að senda Gangplank í topplinni. Þeir ætla bara að gera árás í rauninni. Já, bara... 8 inhib er komin upp, þannig engin fleiri superminions í bili. Þarna kemur þetta frá kirkjugarður strax. Og missa hans til helmingin lífinu sinu. Þetta er fljótt að gerast þegar að menn eru með elder sko. Orn hérna í miðjum vígvellega uppgrinda items. Getur verið nú að hann náttúrulega fær stats fyrir þetta sko. Orn er náttúrulega bara, þú veist, hann er hálfu item frá full build. Hann er gífurlega stór, en elder, það er það sem mun hrjá hann mest. Já. Það er bara þetta execute og true damage burn, þetta er eiginlega of mikið. Þeir eru að leita af einhverju, þeir vilja finna eitthvað áður en elder rennur út. Já. Besti tíminn til að fæta. Skítræddu við Nautilus hookið náttúrulega. Sýnist í Jötun muni lifa til að berjast annan dag. Þeir ætla að reyna að fara fyrir þrefaldan inhibitorina. Það er rosa erfitt að berjast gegn tveimur. Herru, Aurora er að sprengja Korki hérna. En þar fer ultið og flassi hjá Aurora samt. Ó, Orn með gott knock-up af Gangplank og Caitlyn. Flass. Caitlyn ekkert cleanse. Caitlyn fellur. Syndra fellur. Oh my god, Aurora fellur. Það er allir að falla hérna. Allir að falla bara. Belveth nær flassi. Til að taka út Viego nær formi. Jötun er að vinna þetta fight. Gangplank 1 stendur eftir. En hann hefur ekki kraftinn til að taka út Orn. Jötun nær ace-inu. 4 á móti 5. Þetta var örugglega ekki útkoman sem CPT átti von á. Nei, alls ekki. Þetta var Mjög slæmt. Já, þeir fengu í rauninni bara 1 í 4v5 og töpuðu öllum. Því Aurora var búin að drepa Korki fyrir þetta. Einmitt. En náðu þú törnunum. Þannig að þetta var ekki alveg.
Þú veist, þeir eru með einn inhibitor standandi og síðan bara Nexus stöðna á Nexus. Þetta er mjög erfitt. Scary. Og nú höfum við svolítið svona tíma til að bara farma, gera það sem við viljum í rauninni. Það er 2 mínútur í Elder og 3 mínútur í Baron. Núna bara vil ég reyna að leita pick, sko. Þú veist, það er erfitt að segja samt, þú veist. Þeir fengu pick, CPT, og töpuðu síðan bardagann. Einmitt. Þannig, hvað meira þurfa að gera? Hvað þurfa að gera öðruvísi? Sér hérna að Belveth og Ornn er komið Jaxo, þannig að það verður rosalega erfitt að drepa það ef þeir náða lengi og tætið aðeins. Já, náttúrulega, þú veist, Belveth er með þetta Death Dance, hjálpar hann að lifa, Jaxo, bútana og hennar gefur henni damage reduction með lifesteal. En mér finnst bara, þú veist, Corki, Caitlyn, Viego, Syndra, Aurora, allir þessi champions. Það er bara, þeir hverfa við litla snertingu. Já. Þannig þetta fyrir svolítið eftir í hver getur vendað sína karriða sem best. Einmitt. Þú veist, náttúrulega Caitlyn er full build, Corki vantar 1 item, Syndra er full build, Aurora vantar halvan item, þú veist. Þeir geta öll gert hrikalegan skaða. Það er bara hver verður undan? Já, í rauninni, þetta er mjög jafn völlur hérna, sko. Þeir vita af Aurora hérna? Nei. Aurora gæti sprengt Corki hérna. Corki er í miklu áhættusvæði. Já, og hún hittir ekki einu abilityinu, þannig Corki nær út. Mér sýnist að hafa verið 2-faldvaffið eða 1 kúið fer fram og tilbaka og 2-faldvaffið er svona zone. Ég veit ekki hvað, en eitt af þessu, það hitti ekki almennilega. Já, þannig hann lifir af með bara pínu lítið, en hann þarf að henda flassi. En þá, í staðinn er CPT með algjöran forgang í hennan Elder. Corki þarf náttúrulega að beisa, en hann er með Hex Gates, hann er fljótur að koma tilbaka. Nautilus Hook er farinn. Ok, Eðis og Syndru er farinn, hún reynir að grípa. Þeir eru ekki orðin hálfur, sko, þeir veit ekki svona af því vitun, sko. Nei, þeir þurfa bara að duga að drepast fyrir það, sko. Jep, þeir eru að berjast á mörgum völlum. Aurora er farinn. Gangplank nær Eldernum, þannig Syndra fellur. Ok, Caitlyn og Gangplank er ennþá lífi ásamt Nautilus. Já, þeir koma sem brút. Ornn flassar í vegginn, Belveth dashar. En CPT situr aftur uppi með Elderinn. Einmitt. Þannig þetta er... Við erum að stoppa bökkin og... heyrðu, það er TP. Gangplank er að TP á Corki. Nær hann að taka niður áður hann að... Hörðu, Corki nær Gangplank niður. Já. En... Það gæti aðeins hægt á leiknum. En Caitlyn með full build og Elder er... Það er erfitt að verjast gegn því. Þó þú sért Ornn með 800 armor, þá... Já. Hittar hún eins og trukkur eins og maður segir. En ef Belveth kemst ofan á hana, þá er það sömuleiðis svolítið búið spil fyrir hana. Þannig ég held að þau munu spila þetta frekar örugt og reyna að grípa hérna inhib. Og bara bakka í rauninni, sko. Já, þau þurfa að hlaupa núna. Þau eru með, sko, Jötunn er með Hex Gates í boði. Allir eru að spána. Þau eru að taka Hex Gate hérna. Þau eru að leita, sko. Nautilus Hookin lendir næstum því. Ok, það verður ekkert... Var kannski bara fínt hann hitt ekki, sko. Já, ég held að hann hefði mögulega bara fallið, sko. Hérna, Jötunn, leikmennir, Ornn og Syndra voru nú... Myndi vera fljótari á svæðið, heldur CPT. Þannig Nautilus hefði getað fallið. En, það fór ekki þannig. Þetta er Baron fight og þetta gæti verið fightið sem bara... segir hvernig leikurinn endar, hvaða liði vinnur. Já, náttúrulega Jötunn þarf að grípa þetta midwave núna. Aurora er að leita af Syndru hérna. Syndra er 1 HP, Syndra fellur. Gangplank er að TP-a. Nei, Ornn er að TP-a. Þeir ætla að taka þetta. Þeir vilja hann Baron. Já, þeir eru bara með hann. Þeir ætla að spila fyrir fightið á Caitlyn, ná henni ekki. Corki fellur hérna. Ég kom með Corki. Gangplank fellur, mun Caitlyn falla líka. Hún fellur, en það er bara Ornn sem stendur eftir. Já,
Hún er bara sýnist Aurora mér alltaf vera að tippa mitt. komið, Þetta er búið spil sem er fyrir jötun. Orn 1 standandi eftir. Hann neitar að beigja reyndar. Já, þetta er þetta rosalegt hvað hann næra að taka hann með sig, þetta er þetta rosalegt hjá honum, sko. Já, en ekkert TP í boði til að stoppa Aurora. Hann er bara að farma damage tölurnar, sko, ég fíla það. Ég fíla þetta, en þetta er fyrsti leikur til CPT. Rosalegu leikur var þetta. Ekkert smá langur og 2 elders og 2 barons og... Þetta var reyndar rosalegu leikur. Ég bara svitnaði þetta, var mjög spennandi, sko. Já. Sveittur hérna, sko. Ég var eiginlega búast við að þetta væri búið fyrr, sko. Þetta gulli sveiflaðist alveg. Mjög mikið. Það var engin clear sigurveri fyrir bara hann í lokið þegar baronin fellur í annað skiptið. Já, það er náttúrulega sko gífurlega stórt Aurora pikkin. Sérstaklega þarna á Sindri í endan. Þú veist, það bara... Rosalega vel played. Já, þú veist, hún, maður sjá, hann Addi. Það var rosalega vel spilað Aurora leikur. Hann er búinn að spila 1 Aurora leik. Og þetta var nummer 2 í þessu móti. Og, já. Þetta var alveg að sýna sig hversu góð hann var. Aurora. Mjög duglegur að fela sig í einhverjum runnum og bara bíða eftir pikki, sko. Já, einmitt. Þetta var rosalegt, sko. Og núna eru þeir að detta í annað draft. Þetta er... Vá. Við bara, hvað eru stóri punktar sem þú sást frá þessum leik sem lið ætti núna að þurfa? Sko, ég myndi segja til dæmis fyrir jötun að vera grimmar í visioninu af því að Auroran var mjög dugleg bara að fela sig einhverjum runnum. Já, hún alveg 100% að fá að bara koma bara einhver staðar, hún ætla að hoppa bara ósynlega út úr runnanum, hún er allt í einu í andlituna þér. Einmitt. Og síðan bara, puff, late game, boom. Þetta er, já, þú veist, ef þeir eru að spila einhvern svona eins og já, Aurora eða, þú veist, jafnvel Syndra getur rauninni gert þetta líka, hún þarf bara meira að fá þau inn í smetti á sér, þannig hún getur bara Q1-12 út búið. Það þarf virkilega að passa sem upp á visioni, þú veist, nota þessi blue trinkets og svona. CPT voru nefnilega grimmar í að taka visionið frá jötni, sko. Já, þetta... Heyrðu, við erum komin í draft. Við erum vist að fylgjast með því, maður tala aðeins yfir okkur. Maður sjá. Já, það kemur Lucian bann aftur, Keisanti bann aftur, Orn nýtt bann hjá CPT. Þeir vilja ekki spila á móti jötun Orn aftur. Tristana bann, já, þeir geta að spila Tristana mid og ADC. CPT, Talia bannið. Mjög sterk Talia players og náttúrulega Wukong er í rauninni pikk og bann fyrir bæði lið. Þannig þeir sem eru í red side er að fara að banna Wukong. Já, í rauninni. Það er í rauninni þannig. Og CPT fær hérna first pick. Það er áhugavert hvað þeir taki núna. Þeir gætu hent út svo mörgu. Hann Bessa er opinn, Yorick er opinn, Viego er opinn. Einmitt. Getur hent í góða væ. Sæja? Ok, reyndar, já. CPT er með mjög sterkt Sæja Rakan botlane. Við getum verið að leitast eftir í bara snemma tryggja það, Sæja Rakan. Það er náttúrulega rosalegt duo, sko. Og góðir players á góðu duo er rosalegt. Já, CPT botlane virðist alltaf vera á sömu blaðsíðu sem er gott, sérstaklega að ætla að spila Sæja Rakan. Já. Jinxin kemur út hjá jötun. Jinxin getur verið mjög hættuleg, sérstaklega með þessu passivi. Já, það getur skipt sköpum í teamfight, sko. Bara attack speed, movement speed. Hún er náttúrulega bara með þetta rocket range er fáránlegt. Já. Við höfum ekki séð Jinx frá jötun, þannig að þetta verður spennandi, sko. Er þetta alveg út í hött þetta pick eða er þetta secret flex pick? Já, nákvæmlega. Syndra en aftur. Vilst vel á það? Já, stóð sér mjög vel og solid pick, sko.
Ætlum við sjáum þá kannski Rakan Viego hérna. Það væri fýll leikur hjá CPT. Að læsa það bara inni. Já. En Leifa kannski toppleinum sínu að fá einhvern counter, sko. Einhver counterpick. Það getur samt verið bíði lengur, já, þeir ætla að bíða líklegast lengur með Rakan, sleppa Rakan, þegar hann verður þá trúlegast bannaður út, þannig að það er alltaf pikkan þá verður að vera núna. En velkospikkið, það er líka hjá CPT, þeir hafa spilað hann alltaf tvisum í þessu móti. Þannig að þetta er örugur champion fyrir þá. Þeir eru líklegast ákveða hvort þeir eru að henda í junglerina eða tryggja Rakanin. Það er alltaf að tryggja Rakanin. Já, ok. Jötun hefur valmöguleika núna til að pikka inn í Rakan. Þeir vilja trúlegast pikka support hérna, hann get ekki bannað út góður supportana á móti Rakan. Einmitt. Hvað finnst þér svona þægilegast að spila inn í Rakan? Inn í Rakan? Segju. Já. Það væri líklegast bara eitthvað sko, í rauninni finnst mér best að fara bara heavy engage, af því að hann engagear mig, þá vil ég bara geta að taka það á móti, sko. Þannig að ég er til dæmis ekki hrifin af þessu Bard-picki, verð ég nú að segja. Nei, þetta er endar rosalegt, sko. Bard getur gert margt og mikið, en það er líka margt og mikið sem hann getur ekki gert. En þau eru 100% með rangeið á Xayah Rakan, Jinx Bard. Þá maður sjá náttúrulega, já, Mbessa ban, mjög góður Mbessa player hjá Jötun. Nei, hérna, hjá báðum liðum, fyrirgeðu. Þannig, þeir vilja bara koma honum út, Belveth, já. Koma honum út, Jötun var mjög góður á Belveth. Hann, hérna, 4G gamerinn, nei, hérna, ásækið, Belmund. Jarvan ban, Jarvan mjög sterkur, móti Jinx, hún er ekki með neitt dasl að komast út úr ultíðin hans. Pantheon. Belmund er líka Pantheon player, þannig þeir eru að banna hann út. Já, bara alveg, sko. Já, Wukong er farinn, Pantheon er farinn, Belveth er farinn. Viego er opinn. Það er einmitt það sem ég hugsaði, sko. Er þetta fyrir annar Viego-leikur? Eða Nocturne, já, það var hinn pælingi. Nocturne hann er góður nefnilega, hann virkar vel inn í Xayah, því ultía Xayah, og hann er það hana áður en hún ultíar, þá helst eðitt. Basically fýra hann í loftinu. Þannig hún lendir þar hún fýruð. Já, áhuga. Veit ekki nákvæmlega tímasetningarnar á því, persónulega, en já, Nocturne er góður inn í Xayah. Já. Sejuani frá CPT. Við höfum séð það einu sinni. Já. Frá 4G gamerunum. Og náttúrulega eins og allir leikirnir þeirra, so far, þá var það sigur. Já. Þannig spennt að sjá hvort það muni virka fyrir það aftur. Já, þarna kemur Yorick, já. Já, það er spennandi. Leikmaður hefur spilað Yorick áður í þessu móti. Og Yorick er svolítill svona djöfull í toppleinu. Já, bara býrð til eyju þegar það vill enginn ganga Yorick. Gnar inn í Yorick. Persónulega er ég ekki hrifinn af því, en það virkar á blaði, svo sem. En mér finnst bara... Það er samt svo erfitt fyrir Gnarinn að drepa gúlana, sko, út af þessu buffi. Já, mér finnst bara... Já, þetta er bara... erfitt, myndi ég segja. Það topplein er bara í rauninni erfitt, en ef Gnar er ógeðslega góður, þá náttúrulega virkar þetta. Já, og ef hann er duglegur með Nocturne. Þú veist, það er hægt að segja að Gnar sé með range, en ég vil meina að hann sé það valla, sko. Þannig með svona thresh attack range. Já. En ef þú buildar náttúrulega, þú tekur kannski Trinity Force með Swifties og þú ert með 2 proccit fyrir meira movement speed, getur alveg kætað flesta í leiknum þó að þú drífir nú ekkert svo langt, sko. Já. Jú. Þetta er áhugavert. Ég er persónlega hrifnari af Jötun draftinu. Það er bara kannski meira mínir championar. Ég kannski veit nú ekki alveg nóg hversu sterkt það draft er.
Já, En ég er mjög mikill Nocturne player sjálfur. Hvað finnst þér? sko, ég er ógeðslega spenntur að sjá hvernig Jinx Bard spilar saman, sko. Já, Það, það það er. finnst mér mjög skemmtileg hugmynd að prófa það. Já, náttúrulega sko, ég sé þetta ekki oft sko. Ég sé ekki oft Jinx og ef þú sér Jinx þá sé hana með svona Milio, Lulu. Þetta er bara svona hypercarry setup. Einmitt. Bard hins vegar, hann er svona svolítið að fara að skilja hana bara eftir til að svona, bara verja sjálfan sig. Og þá er náttúrulega Rakan með þetta stærra range á E-inu til að hoppa bara á Kai'Su úr bara runnaði eitthvað og tvöld af, þú veist. Já, Jinx er ekki hoppa á með eitt Jinx, dash fyrir það. yes. Já, nákvæmlega. Það gæti verið svolítið erfitt fyrir Jinx að spila þetta. En þá kemur kannski, er Bard byggið til að forsa Rakan frá sæjunni svo þau fá að geta team-up bónus í rauninni? Já, ég er náttúrulega sko, þetta er bara Bard er svo mikið wildcard fyrir mér. Að þetta er bara svo, það er svo erfitt að segja hvernig þetta mun spilast út. Það er líka, þú veist, Bard-leikmenn geta spilað á svo mismunandi hætti. Einmitt, þú getur bara literally buildað hvað sem er og það virkar fyrir þig. Já, þú getur líka verið í leininu, eða þú getur líka bara farið úr leinu Já, bara, og komið ekkert aftur. já, Veist, bara verið að safna chimes og verið bara í riverinu. Þú fara experience og chimes, þú veist, movement speed, þú er bara í góðu stuði. Já. En Jinx hins vegar þá kannski ekki í jafn góðu stuði. Kannski mun þá bara Bard skilja eftir smá svona heal fyrir hana, 1 undir 20 og fara Já, svo. einmitt. Það er náttúrulega, þetta snýst allt að finna þessa roam timers, þess að kallast. Já. Hvenær get ég farið? Og náttúrulega Bard er vissulega miklu betri í því en Rakan að EA í gegnum terrain og fá movement speed úr chimes, þannig að kannski ætlar hann bara að spila með það í huga. Já, einmitt. Vinna þá kannski jungle objectivin frekar en botleinið. Já, þetta verður spennandi. Ég er nefnilega, þú veist, ég er hrifinn af að spila Nocturne líka til dæmis og Sejuani náttúrulega getur verið svo sterk armorinu en þú ert með á móti spell shield Einmitt. frá Nocturne og tæmar rétt á réttu ability þá getur þú snúinast í öllum bardöfum í þinn hag. Yes. Það eru jú allir nema Yorick kannski með ability sem er gott fyrir Nocturne. Það reynir bara kúið hans Yorick sem er kannski eitthvað sem Nocturne getur gert í. Þannig að Nocturne hérna í þetta lið er mjög þægilegt. Já, Nocturne getur rettað sér úr alls konar klípum, sérstaklega á móti þeirra liði. Og já, hann væri kannski að leita ef hann er að ganka topp, að leita spellsílda eða kúið hjá Yorick. Þannig að þú fáir ekki ghouls aggróið sérstaklega hjá E-inu. Einmitt. Vel pirrandi. Þannig þetta verður áhugavert að sjá hverju verða með priority sérstaklega fyrir snemma drega og svona. En gef mér 30 sekúndur. Já, ég verð á klukkunni. Verður líka spennandi að sjá hvernig Vel'Koz er inn í Sindri. Ég hef ekki séð það nú oft. Og ég er nú engin midlaner. Þannig að leið og minn félagi kemur af klósettinu þá kannski segir hann okkur aðeins frá því. Sinni reynslu. Fyrrum midlaner. Núverandi jungler. Líður svona eins og að Vel'Koz gæti náða að matcha reynsi hjá Sindrinu ef hann spila vel, sko. Sér nefndi einn í chattun að Addi á Vel'Kozinum er kannski á últa í vitlega sátt. Kannski sjáum við rétt átt últu núna. Maður þarf bara að vona það besta. Já, einmitt. Ég var að spæja á þetta samtal við sjálfan allan tíman en já, ég sá þetta með Adda líka últi í vitlega sátt. Já. Spennandi að sjá hvort það verður eitthvað svoleiðis líka í þessum leik. Kannski er hann bara klippfarma, hvað veit maður, sko. Einmitt.
Það verður fyndið, já, að sjá. En já, með Vel'Koz Syndra matchupið. Ég sko... Náttúrulega all-inniðar Syndru töluvert hættulegra. Já, af því að Heldur en Vel'Koz. maður þarf að byggja upp stakkan á Vel'Kozinu nefnilega. Þeir að leita af einhverju hérna. 10 gull fyrir Syndru. Nei, heyrðu, 12. Æ. Allt telur. Þetta eins og Jax þegar hann í topplininu að veiða. Já. Það gullfiskinn á 10 gull. Það er það bara búið í topplininu, sko. Hvert gull, sko, 1 gull þar eins og 10 gull annars þar, sko. Þetta svona, já, Jax svolítið pay to win, sko. Já. Þetta ósengjant, myndi ég segja. Gott að sjá hann ekki í þessu móti, sko. Annars getum við bara kalla leikinn, Jax picked, ok, búin að vinna. Fer eftir hversu vel hann fiskar samt, sko. Já. Vel'Koz Addi að leita af early wardi, hann fær það í gegn. Og Nocturne kýs að byrja Raptors og Sejuani mun byrja Red. Ok, þetta smá... Ekki eins og ég sá mig síðasta leik. Nei, þeir eru skítrættir Kirkjugarður og One Man. Ok, núna Bard ekki með kúið. Þannig þeir geta bara hoppað inn. Þann Bad Habit og Octopus, þeir munu líklegast fá flash frá Jinx hérna snemma. Þetta vill maður ekki sjá. Bard kúið búið áður en eru búin að sína sig. Þá hafa þær ekkert til að verja lengur Jinx. Bara flash og þar fór það. Núna gæti þetta orðið grimt. Já. Fyrir Jötun botlinnið. Þeir eru að fá hérna level 2 prio. Já. Þetta... En þar á móti Nocturne að patha bot, Sejuani að patha top. Já. Sjá, við erum að fá Mega Gnar í topplinu. Já, Nara að taka algjört prio, Syndra að taka prio yfir Vel'Koz. Ok, Seju hefur einhverja valmöguleika hérna, hún núna að lenda á Wolves. Getur leitað bæði mid og topp, en Syndra náttúrulega mjög immobile. Hún með náttúrulega EE sitt og flash, en hún ekki með neinn dashes. Eins og búist við. Leikmaður búinn að missa smá líf á meðan Lazy Genius alltaf með þetta range yfir hann. Já, þetta pínu bara constant fighting í botlinu. Þetta erfitt fyrir Jinx að spila, sérstaklega að missa flashið sitt svona snemma. Þú veist, núna hún alltaf bara, þú veist, Sejuani að fara að flash-kúa mig og þú veist, Rakan getur flash 2-af eða E2-af, þetta svolítið erfitt, en já, Sir Cologne alveg að taka yfir millinu á móti Addi Vel'Koz, hann þarf að taka snemmt bakk með ekkert TP. Það ekki TP í bóði hjá Vel'Koz. Já, og hann fær ekki einu svona bakkið, þannig hann verður eiginlega að vera í leinu. Þetta að pushast gegn honum í áttina Syndru. Hann missir gífurlega mikið. Sejuani að leita einhverju. Sejuani að leita, en Nocturne að covera. Já, þeir setju ekki í vissunni, þetta pínu skrítið positioning, en þeir fá flassið. Nocturne hefði átt að vera betur þar sem eini leiðin fyrir Vel'Koz til að spila að ná inn þessu crashi. Það allt og erfitt ef það fer ekki inn. Og núna missir Syndra flash. En ná engageinu á Jinx, ekkert flash og engin barrier. Hún spilaði báðir reyti sér og spila með cleanse. Octopusin aðeins að passa sig að hann vildi ekki fara í trapp sinn, annars hefði hann geta fengið rútið mögulega, sko. Rakan verður svolítið að passa sig að hann getur hoppað inn, en ef hann vestur niður, þá hann svolítið squishy svona til að byrja með sérstaklega. Já. Hann með þetta heal á kúinu sinu og shielding á E-inu sinu, en þetta þú veist, hann þarf að hitta kúinu og hann þarf að geta að dassa á einhvern með E-inu. Þannig þetta erfitt. Ok. En með Sæju það nú lengra range, þannig að kannski ekki alveg jafn miklu áhugur á því. Já, þetta náttúrulega,
Þetta teimi er mjög gott, sko. Já, þetta er bara, ég myndi örugglega segja að þetta var eitt sterkasta dúoið, sko. Fyrir utan þig og eigin í botleninu, kannski. Það var þetta númer 2. Amen, sko. Amen. Það sjá Velkos að reyna eitthvað að pota í Sindru. Nei. Það er að ná... Sæja samt, nei, Jinx er að ná að halda sig í farmi. Þrátt fyrir að vera með bara ekkert í lífi og farma með 12 sinu. Já, hún er náttúrulega meta range og hún kýs að fara fyrir refillable cull. Já, þetta er bara þessi passífi playstyle. Já. Þannig, þú veist, strekin er mjög líklegast að fara í hendurnar á CPT. Það er út af þessum styrk frá botlinum. Þú veist, það er pickaxe longsword á móti Huga Boots og Cull. Stór munur þar á milli. Já, og eins og einn diggur áhorfandil segir að flassið hjá Jinx er rétt ókomið. Þannig að hún getur fara að spila smá passiv og þarf ekki að jafn miklu áraugeri með flassið uppi. Já, þú veist, eins og maður segir, hún getur í rauninni spila leikinn með flass. -1. Takk eftir, -1. Grimt. Það vill maður ekki sjá. Nei, ekki í topplinu, sko, eins og ég sagði, 1 gull í topplinu eins og 10 gull annars þar, sko. Það er bara, mann er alveg sama hvað mér finnst liðin. Það er bara -1 er -1 og það er alltaf sorglegt. Já. Þú veist, þetta gerst fyrir 20 sekúndur síðan við velþáttalum, sko, það skiptir það miklu máli. Við sjáum Jötun er svona, þeir eru að lauma sér inn í riveru hjá drekanum. Nei, CPT menna ég. Já, nú er þetta bara að skipta, sko, maður er bara að venja þinnu, sko. Já, einmitt. Vonandi fyrirgefur okkur. Já, en er það eins og var svona eiginlega búist við CPT er í rauninni bara að fara að taka yfir dreka. Velkos er að getur stoppað Sindur frá því að labba. Sæja í rauninni er nú sterkt til að gera eitthvað í því ef Bard eða Jinx ætlar að reyna að taka hana niður, ætlar með flash og cleanse. Já, drekinn fellur fyrir CPT. Þetta er... Nocturne bara að fá að farma í frið og ró og kannski að horfa á topp. Þú veist, hann í rauninni bara spila fyrir 6. Hann er komin level 6. Og nú getur hann bara að gera í rauninni grimma hluti, sko. Þetta er svo öflugt bara að geta, þú veist, að slökkna bara öll ljósin og hann flýgur bara inn. Já. Hann þarf ekki svona að fljúga inn. Það er nóg mikil pressa að íta á R-ið sitt og þá er allir skýtrættir. Já, einmitt. Það því að náttúrulega er allir í koms spyrja hvar er hann og enginn svarar, þá er allir hrættir. Þetta er svo hryllingsmynd í solo queue en þetta er aðeins skárra þegar þú ert með fólk á mikrofónunum. Já. En þetta ætti að vera bardagi hérna. CPT ætti ekki að fá þetta fyrir frýtt. Já, það er verið að leitast og þeir eru að... smá miscommunication. Já, þetta var ljótt að sjá. Já, hann últar rétt. Já, hann últar rétt og þetta var sterkt últi. Sæja með í þessu og Jinx er ekki með. First Blood fer til, var ekki Sejuani á Sindru. Þetta hefði getið verið allt annað bardagi ef Nocturne Bard-últíðin hefði ekki klassað svona, sko. Já, það er að versta að sjá þegar maður er að spila með Bard í liði og þú hendir út einhverjum eins og Kennen últi, Nocturne últi, Sejuani, það er svo mikið og síðan sérðu bara Bard gefa öllum Sonias. Já. Rosalegt. En núna er pressa á Jötun. Það er gullið kannski svipað en það er komin dreki og grubs. Já. Og þú veist, þannig það eru 2 stigar. Já, 2 stigar fyrir feats þar og síðan 1 stig náttúrulega í killinu. Þannig þetta... Leikmaður með flaskhúið. Bard healið! Bard healið, en það er ekki nóg. Það er ekki nóg. Lazy Genius fellur á móti leikmanni í topplinu. Þetta er það sem, þú veist, Jóri ekki bara búin að ná að, myndi segja farma jæmt, en hann er bara búin að farma betur.
þá þetta matchup bara svolítið óspilanlegt fyrir Nar. Þú veist, minn reynsla ekki góð af þessu. Spila Narinn Yorick. Þetta Spellbook Rakan, ég var að sjá það núna, þessum svo ég var að sjá það. TP var komið inn, þetta var Rakan, ég var svolítið vildur hver var að TP. Já, ég líka nefnilega. Ég var að horfa að beti vel hvað sem barrier. Yorick ekki með TP. En þeir kemur Jinx ultið, ná engu því miður, fyrir þá, auðvitað. Það bara, það fallegt að sjá þetta Jinx skin, fá kills og eitthvað. Já. Kostar fullt af penningum. Já, maður langar að sjá aðeins út úr þessu, þegar ég mun aldrei kaupa þetta, sko. Nákvæmlega. En já, þessi Yorick að fara að vera djöfull. Myndi ég að segja. Já. Ég held, sko, Gnar getur voða lítið á þessum tímabúti. Já. Þú þarft að vera, sko, druttut Space Glide, sko. Já, það að druttut Space Glide, sko. Þú veist, þetta bara, þetta mjög erfitt. Þó að, þú veist, hann með þetta smá movement speed í 2-dafinu sínu, hann með eð til að hoppa, en Yorick með meitirina, hann með eð sem slóar og sendir alla gúlan á hann með 2-daf sem cage, þannig að þetta erfitt. Rauninni þarf hann bara að spila með Nocturne til að fá killið, ég held að sé eina leiðin. Sko, þegar Nocturne, sérstaklega þegar Nocturne fær Stridebreaker, hann núna mjög nálægt Stridebreaker, Sejuani kom með Heartsteel, en Stridebreaker á Nocturne gífurlega gott, hann getur rosalega powerspike. Já, hann getur dreipið hvert sem þetta mjög góður snowballing champion sérstaklega ef hann næra koma út fullt á ultis, ná killum. Annað en þetta sem gerðist með Bard á hann, það var... Já, það var pínu vandræðilegt. En þegar ég að leita topp hérna... Já. Já, það þetta vardað, þannig Nocturne tekur bara base hér. Ætla hann fáið Stridebreaker, það væri... góða fréttir fyrir þá, já. Stridebreaker komin í hús. En á sama tíma, Jinx ekki búið með Cull, með BF Sword, en Xayah búið með Essence River. Pínu munur hérna í botlininu, sko. Já, þetta erfitt, en náttúrulega... Bardinn með bara Swifties, og menn Rakan að builda smá resistances. Já, náttúrulega sér það líka á Xayah, hún með Magical Footwear, á meðan Jinx komið með Berserker Greaves, þannig það náttúrulega mikill peningur sem að fara í að kaupa Berserker Greaves á meðan Xayah ekki búin að eyða neinu í bút. Þarna var Blackfire að lenda hjá bæði Vel'Koz og Syndru. Þannig... Ég myndi bara mjög jafnt í millininu, sko, fyrir utan þetta eina death. Ég myndi segja, sko, að Jötunn á góðan séns í þessu fæti. Þeir eru með þetta Nocturne ult. Sérstaklega þeir lenda þessu á Xayah. Fá ekki stönnið á Syndru einu Bard-kúinu. Og Sejuani smæta dregan. Bard fallinn, Jinx að falla. Hann voltar aftur í rétta átt. Já. Þetta var alveg, snerist alveg hinum megin. Þarna höfðu þeir tækifæri. Þeir voru með þetta Bard-ulti á Xayah. En þeir þurftu að lenda helst báðum QE hjá Syndru og Q-inu frá Bard. En það gerðist ekki. Núna CPT í góðum málum. Þeir eru komni með feats. Núna komni með, sem sagt, 3 objectives, 1 grubs, 2 dregar og þessi 3 kills sem þarf. Þurfi ekki einu svona í fyrsta turn til að læsa það niður. Þetta mikla pressu hérna á Syndruna. Bard að koma til aðstofar. En náðu þeir að gera eitthvað? Nei. Náttúrulega of mikið. Hann með flash í boði, hann með dashes í boði. Og hann fellur först fyrir top lane. Já, náttúrulega Yorick rosalegur í því. Já, Yorick orðið sterkur. 20 CS uppi, komið turn, komið kill. Öll plate-in. Það orðið erfitt fyrir Nocturne Nar að svara honum, komin level 11 og þeir að leita af kirkjugarði hérna. Hann með flash portal út. Og Yorick var ekki með Trinity Force, en núna þegar hann bakkar verður hann eflaust með Trinity Force og Component, þannig hann verður algjört skrimsli held ég, sko. Já, hann fær hérna heilt restina af Trinity Force-inu og Ruby Kristall, sko. Þetta þeir senda hann í botlinni með TP.
Jinx er ennþá bot, Nari top. Jinx er náttúrulega ekki með TP, ekkert spellbook á henni. Nei. Og Herald er uppi. Það er erfitt að segja hvað Jötun á að gera hér. Því Herald getur leyft CPT að náttúrulega bara rúlla snjóboltanum. Já. Það er bara að geta klest í liggu við endalösa turna, hann að koma. Og býja eftir þessu stami, hann hlaut að koma. Já, hann hlaut að koma. En mér sýnist CPT sé bara að fara að taka hennan Herald. Já. Nocturne og Blue, Bard allar eitthvað atast í þeim mögulega. Já. Nei. Jötun eitthvað að pinga botsætið, sko, vilja taka hennan Yorick, en er ekki vissir, sko. Ég myndi segja að þeir hefðu bara átt að ná mid-turret. Það er svona besti sjansin, en þeir eru örugglega ekki með damage til að gera það eins og. Nei, held ekki nefnilega. Þetta er að horfa á hann á Yorick, hann er samt komin í level 12. Já. Þeir þurfa mannskap til að taka hann niður, skulum við segja. Bard að halda veifinu, deyja út af gúlunum. Já, nokkulega. Þetta er, Yorick er skrýmsli. Ef að færa farm í friði, sko. Eins og já, bara Gnar, ég er ekki hrifinn af Gnar-pikkinu inn í Yorick. Hann næri gera nógu mikið. Nei. Þarft alveg, veist. Þarft einhvern til þess að stoppa Yorick frá því að farma, sko. Einmitt. Ég hefði viljað sjá eitthvað klikka, bara Dr. Mundo eða Nasus. Já. Svolítið snett Bard-ulti. Þetta hefði getað verið alveg mjög næs, sko. Þú vilt henda því rétt á hana Heraldin lendir. Þannig hafi ekki einmitt þennan tíma. Þeir bara tóku einn smá drift í hring og... Já, smá Tokyo drift hérna, sko. Þeir eru að leita af Circle-Lone hérna. Þetta er... Já. Það er verið að leita af Barda hérna. Já. Kirkjugarður er að vera tekin. Herðu, þeir sprengja Yorickinn. Já. Það er bara mjög vel Kirkjugarður lifir af. Já, þarna kemur kraftuna eða Nocturne bara dævar inn. Herðu. Nei, ok. Herðu, þetta var stórt QE frá Sindru. Herðu, Addi með ultið. Bara þrisvar í röð, maður. Já, one man fellur, Sejuani með þetta ulti overkill. Hvernig var með turn? Ok, það eru að klóra í eitthvað, Jötun. Já. Við viljum sjá Barda hérna. Streki er uppi eftir 30 sek. Hundur. Infernal Drake. Það er sérstaklega, það verður mjög öflug sál fyrir bæði liðin, sko. Það verður ekki fallegt að sjá Yorick Q auto-attack með Infernal. Já, eða bara E-Ghouls og þá ertu bara döður sem ADC, sko. Einmitt. Ef við horfum á itemsina þá er þetta er alveg nógu jafnt til að spila hann að drega, sko. Já. Bard er vantar smá uppi, hann er komið með Sheeks, hann Rakan, en Jinx er komið Júntal, Saya hefur Essence yfir BF, en bæði liðin eiga sens. Syndra með nokkra components yfir Vel'Koz. Ég get alveg séð fyrir mér Jötun berjast fyrir þessu. Já, allan daginn, sko. Maður sjá. Hver einn og einasti summoner er í boði hjá CPT. Bard þarf bara góðu últi og hitta Q-i, það var þetta næstu því komið, sko. Sýnist Kirkjugarður, hann næri nógu góð últi. Rosalegt disengage, double stun. Ulti, hann kemur Saya ulti, TP er að koma inn á Gnar. Yorick er ekki að TP-a. Rakan er nice engage. Þarna ultið, Circle-Lone, nær Saya. Þeir eru svolítið að vera... Full stacked Vel'Koz skýrir svolítið damage, þetta true damage hjá honum, sko. Já, greinlega góður í hortnafræðinni, sko. Já, það er triple kill í Adda og leikmaður náttúrulega TP-ar ekki. Og hann er bara orðinn milljóramæningur hérna, sko. En já, þetta var vel spilað hjá CPT. Rakan nær. Hann heldur engageinu sínu mjög lengi sem gagnast þeim, enda Addi með laserinn í gegnum liðið. Þeir falla. Syndra nær fínu pikki á Sæju, en það bara er ekki nóg. Og hérna fellur... Núna er Addi orðið pínu skrýmsli eins og Yorick, sko.
hann gæti mögulega verið nógu ríkur fyrir item. Það gæti verið smá grimt, hann er bara með 1 komponent eins og sko. Og, já, 4G tekur bara dregan hérna. Já, vá, Vel'Koz er komið með 2 items. Bara 2 burns, þetta er komið, sko, hann mun vera rosalur í næsta teamfighti. Syndra ennþá með samt að halda í vonina, hún með 2 items. Hann skiptir Liandris út, Shadowflame inn. Nei, ég meina, það þarf verið ekki 2 burn items, þetta er bara Gnar og maður veit nú ekki alveg hvað Bard er að builda þegar hann ekki komið með item, eins og er. Nei, ætla sé ekki bara að fara fyrir good old Deadmans. Já. Movement speed með Swifties. Já. Og hennan support item sem ég man nú ekki alveg hvað heitir. Bloodsong eða eitthvað. Þetta er Bloodsong, já. Circle að reyna að ná einhverju á Bad Habit en það kemur ekki. Og núna þarf greið Gnar, Lazy Genius, að leina á móti Hullbreaker, upgradeðum bútum og Trinity Force Yorick. Þetta óska ekki eins og minni verst og óvinn, sko. Nei, þetta er ekki skemmtilegt. 2 levelum yfir einnig, sko, heyrðu byttu. Ok, stönnið á Sæju, ultið. Ok, hún flassar út, það var næstum því anti-synergy hana aftur. Já. Jinx nær næstum því, en hún er bara, þú veist, Vel'Koz og Seju er ekki einu svona á skjánum fyrir henni. Kemur bara 2 ultis út af engu, sko. Vel'Koz eins og aftur í hornafræðinni bara hittar eins og trukkur. Já, Vel'Koz er að dominera þessi fights. Vá. Þeir þurfa eitthvað að breyta strategíinu sinni hjá Jötun. Hornafræðingurinn er að hornafræðast. Starffræðin greinlega þess að gera gagn í grunnskóla, sko. Þú veist, hann er bara að hitta öllu. Já, bara... og average top name matchup. Sko. Já, þetta er... Syndra fær smá þærjasta móti og þeir ætla trúlegast bara að taka attackina. Þeir eru búin að taka gjörsanlega allt CPT í þessum leik. Já, bara alveg... Void Grubs, Herald, alla drega, Atakan. 6 gull yfir, þetta er pínu dimm fyrir Jötun. Já. Þetta var þótt að Syndra fekk hann á 12 gull frá First Strike. Já. Á Minions mánuðu, það skipti ekki nógu miklum sköpum. Greinilega ekki, sko. Nei. Og núna er Seju komið með 2 items. Þegar við sjáum þriðja hjá Vel'Koz. Trúlegast unkillable næstu í þessi Seju hann í núna. Ekki alveg þriðja hjá Vel'Koz. Í rauninni, sko, horfum á þetta samt, Syndra er ennþá að halda í vonina hérna, því hún er... Sir Cologne er mjög öflugur. Hann er kjötið í liðinu núna, sko. Já, nákvæmlega. En Infinity Essence River á móti Juntal og Components er ekki eitthvað sem þú vilt sjá sem Jötun. Nei. Og það þarf að fara að negla niður annan item á Nocturne. Já. Hann hefði átt að líta meira á að ultía Vel'Koz og Yorick fyrr í leiknum, myndi ég segja. Já. Að drepa Sæju Rakan er... næstu í ómögulegt. Erfitt. Já, það er bara, þú veist, já, það er ekki létt að líta á það. Þarna kemur Black Cleaverinn mjög hrifinn af því, ég er hrifnar af því heldur en Hexplate, þarna Ultimate Cooldown. Já, nú. Þetta minn, bara, Black Cleaver gefur svo mikið. Þetta Armor Shred og betri stats. Fyrirgefðu mig, kjötið, þú ert náttúrulega kjötið. Já. Jú, ég sagði að Syndra væri kjötið í liðinu, en afsakið þetta. Náttúrulega kjötið úr hérna Sigmar's Republic er náttúrulega kjötið. Já. Skulum bara segja að hérna Sir Cologne's kjöt. Stóru kái. Ég mitt. Þeir Bard ultið. Tók Minions allavega út úr bardaðanum. Þeir eru bara að fara að pota þið niður. Þú veist, Yorick, hann þarf vel ekkert að vera í þessum fætum. Nei. Þú veist, það er bara bot eða eitthvað, þú veist. Já, hann er bara eins og eitt segir þetta, hann er sitt eigið lið með sitt eigið markmið. Hann er bara einn með tónlist, taka turrets. Já, nokkulega þess, þetta er bara... drepur einhvern ef hann sýnir sig. Guð meðal manna, skulum við segja. Já. Þú veist, þetta er svo sérði hérna bara í top-lane experience. Þeir eru að leita á octopusina, en finna hann ekki. Eða hvað? Nei, þeir eru ekki með nógu mikið engageið, sko. Nei,
Það, þú veist, þeir eru með þetta Nocturne ulti og þetta Bard, svona, hvað maður segja, Hail Mary frá, þú veist, einhver staðar. En það getur verið mjög erfitt. Hann fer inn alveg vel chunkaður út, þarf að flassa. Ok, þarna mistu þeir Nocturne flass og ulti. Þú vilt ekki sjá, sérstaklega það sem Sál er að fara bara í hendurnar á CPT fyrir fritt sínist mér núna. Já. Þetta er allt öðru þessi fyrsta leikur, þetta er mjög one-sided. Pínu... Já. Og Jórek með flasskúið, Sindra þarf að flassa út og meðan bara á hinum skjánum, bara á annari plánutu, þá deyr Jinx á móti Adda. Ég veit ekki hvort þetta var Q-ulti. Vá. Nei, ég þóri ekki að segja, ég sá ekkert sko, það bara... Ég sá bara Jinx hans finn slegin. Ég þurfti að snú mig við sko, þetta var á skjánum fyrir aftan mig. Þetta er ruglað. Jinx fær ekki að spila leikinn. Greið one man. Já. Þetta er rosalegt, eins og sérðan hann Jórek, hann er 1-1-0. Það er ekkert svo slæmt. Hann er með 3 items og upgrade að búta. Jöp. Með Serildas, Hullbreaker og Triforce. Hann er bara... basically full build sko. Já, hann er 4... Nei, ok, hann er 3000 og eitthvað yfir nar. Þú veist, já, þú sérðu, Sindra er næstum því yfir Adda. Sir Cologne hann er kjötpunktur, engin greinir. Já. Og sér líka samt, Jinx líka búin að alveg klóra í bakkarina. Ok, þetta er mun jafnara maður var búast við. Þetta er nú bara topplane og jungle sko, það er raunin eini munurinn sko. Já, og Nocturne spilar ekkert sérstaklega þægilega behind. Nei, alls ekki. Hérna eru þeir að leika sér við baroninn, sko. Þeir eru bara takan 2. Sejuani og... Heiðu, half hit Gnar 1 by the way, sko. Oh my. Já, þetta er ekki í lagi, sko. Hann bara borða turnskotin. Hann er bara að drepa. Næra hann út. Baron fellur og leikmaður nær út. Ok, þetta er út um allt, sko. Ég er að vera rangaður. Já. Jesus Christ, sko. Þetta er... Já, 13-3. Vá. En never FF sko, það er alltaf hægt að snúa einhverju við sko. Herru, hann er bara að senda þetta. Já. Ok, hann tekur helmingin af lífinu af Belmont. Þetta var kannski smá bjartsýnt. Já. En maður hittir engum skotum sem maður tekur ekki eða hvernig sem maður segir þetta á íslensku. Þú reyndir. Já, ég reyndi að hugsa fyrir þennan en síðan gafst ég upp. Já, þarna fellur einn inn upp og Jórek er mættur með veif. Kannon, Hullbreaker kannon með Baron. Ætlar að taka út meitirina hérna. Bardin deyr bara við að horfa þarna sko. Já, hann var bara að fylgjast með og hann dónast því. Þetta var mjög áhugavert fætt sko, já. Já, fyrst þetta er svolítið bara svona að horfa á hvort hana, sko. Ílið kemur út frá Ultimate Spellbook Rakan. Þetta er voða erfitt fyrir jötuna, því, þú veist. Sejuani getur bara allt í einu ulti að. Ulti og segja hann flask Q og, þú veist. Segja flýgur allt í einu Rakana eftir honum. En þeir taka þessu í rauninni, maður segja svona, surgically. Þeir eru að gera þetta svo vel að þeir ætla ekki að lendi í svona þessum sveiflum þessu í seinasta leik. Já. Bara alltaf, þetta gat farið í báðar áttinu. Þessi leikur er algjörlega one-sided. Já, þetta er alveg one-sided. Eins og komið er. Já, Addi er náttúrulega 8-0 með 700 gull bounty. Það er targetið hjá Jötun. Koma þessu gulli á Sir Cologne eða One Man. Sérstaklega One Man, Jinx getur ennþá alltaf gert mikið. Já, bara eitt gott reset í rauninni og hún er með 2 risa items fyrir Jinx. Einmitt. Vonin er ennþá til staðar. Já. En ljósið er að slökkna, eins og maður segir kannski. Já. Þessi sigur fyrir CPT myndi setja þá ósigraða, ósigraða. Jú, það er rétt. Þeir eru ósigraðir í þessu móti.
sem væri rosalegt. Það er rosalegt nefnilega. Það verður kannski smá pressa sett á Dogs í finals eða þeir fara á móti ósigruðu liði Já. í öllu mótinu. Hvað ætli það muni vera? Sjáðu þennan leikmaður er í rauninni bara að gera sem hann vill. Hann er level 18. Hann er bara drepa Bard að þeir eru að horfa á meitinina hann, sko. Þeir eru að senda 3 til að drepa meitinina. Já. Þetta hefur maður ekki séð oft, sko. Nei, en þetta virkar að því þeir, CBT, voru ekki með Wave í botleinu til að spila með, náttúrulega ekkert Baron buff. Þá er svona erfiðara, en þegar Yorick fær meitin aftur, þá geta það bara gert það sama. Það er náttúrulega mjög langur tími á því, þannig að þeir geta alveg að spila í kringu það, sko. Smá damage, heyrðu. Cleanse ulti. Rakan með klikkað engage. Já, en það er ekki alveg nóg, en það er nóg til að tjönkka á flest út. Nocturne ulti kemur út. Sem svona defensive ulti, syns mér. Flash frá Bard og Syndru. Ulti frá Sai og Bard. Þetta var svona, þeir voru eiginlega bara að skiptast á að nota hluti. Cleanse farið hjá Octopus. Flash farið frá Bad Habit. Annað fór ultið frá Lazy Genius. Þetta er bara svona... Þetta er rosalegt. Og núna eldir að koma upp. 5 sekúndur. Jötun á eiginlega ekki sjens í að kontesta. Það er líka bara sprengja hann og senda þetta, sko. Þú veist, já, þeir... Kannski, já, Nocturne með sweeper, ef Nocturne er með blue trinket og getur komist nógu langt, getur hann flóið að inn og smæta þetta, en það er ekki að fara að gerast núna. Núna erum við mögulega að fara að sjá seinasta bardagan fljótlega. Það er meir en mínúta í Baron, en með 3 inhibitors niðri þá þurfa þeir rauninni ekki Baron. Já, þeir þurfa ekki Baron, þeir þurfa bara... Þeir eru með Flash á Sejuani, þeir eru með Ignite Exhaust á Rakan. Þeir ætla bara að reyna... Ég fíla þetta spellbook pick, sko. Já, þetta er... áhugavert. Ég hef ekki lent í þessu persónulega. Ég veit ekki með þig. Botlane connoisseur. Nei, en samt móti kemur, sko. Ef hann er með Sæju, þá þarf hann ekki flassið ef hann getur hoppað svo langt til hennar, sko. Líka að þú rómar á lélegum tíma, ert ekki með nógu langan rómtimer, tekur TP, fær bot. Já. Þetta er... Eða jafnvel bara mindgamar, TP er eitthvað, allir halda þessi skeri Yorick, en þetta er bara Rakanin, sko. Sjá líka munina í Vision score hérna, Kirkjugarðurinn með 90. Rakan með 111, en þeir eru að leita af Belmund hérna. Tæft, mjög tæft. Svo. Þar fór Vel'Koz ulti en Nocturne Flash, og þá takaði bara Baronin og öll veis er að púsast. Já, þú veist, þetta er Sæði með 3 items. Það væri gyrnilegt back fyrir hann Adda til að fá annan item, fá undan Rabadons, en þeir ættu bara að spila núna, bara hamra þetta niður, taka top inhib, lega bara minionum að gera allt. Anti-synergy, Bard ulti, inn í Jinx ulti. Það er eitthvað pínu bóið þarna hjá þeim. Já, kannski hefur átt að henda bara í einn ískaldan Nautilus frekar en Bard. Bardin er... Já. Ok, Sir Kalon tók 1 Q frá honum Adda og þar fór helmingur á lífinu hans. Þeir eru bara að pick them apart, eins og maður segir á fallegri íslensku. Já, mjög góður íslensku. Ok, Gnar hoppar inn. Þetta er þetta rosalegt, hann var nætt tveimur, sko, Nocturne með gott últi, en það er bara ekki nú, hann er ekki nú mikið aðeins. Eldurbuffi, þeir eru bara að springa. Einfaldlega að springa. Lazy Genius er farinn og CBT tekur þetta. Oh my god. 100% win rate CBT. Wow. Því líkur leikur. Þetta var algjörlega one-sided. Já. En við sjáum þetta samt. 3. Já, þú veist, þetta var bara midlane og toplane kingdom í rauninni. Sjáum hana damage tölurnar. Og þannig að 5k munur á Gnar og Yorick í þessum leik.
Nánast Þetta engin var- munur, þarna bara 1000 gull í millegin, þannig að hann var Mhm. allavega að reyna. Já. En það var bara ekki nóg. Því miður. Þannig CBT er komið áfram. Í úrslitin. Fara á móti Dogs í úrslitum á föstudaginn. Vá, já. Dogs náttúrulega gífurlega gott lið, myndi ég segja. En já, þetta verður spennandi. Sjá. CBT ósigraðir og Dogs, sem sagt, voru neðsta sítið í grúppu B. Einmitt. Komust rétt svo upp, vinna síðan í 8 liða úrslitum og undan úrslitum og eru núna í úrslitum á móti CBT. Þetta verður gífurlega spennandi, það verður allir að mæta. Föstudagskvöld, 19:30. Heldur betur, sko. Ó, já. Fearless, best of Fearless 5. best of 5, já. Það verður rosalegt. Herru, ef við ekki líka að fá í eitt post-game interview þetta, mér langar að... Jú, það ekki, fá einn. Hver er kapteininn hjá CBT? Má sjá. Ég er að leita þetta upp hérna. Addi! Ég væri til í að fá velkosinn maður. Já, fá smá hortnafræðing. Hvernig var að ræna honum? Production! Er þetta að ræna manninu með? Það sé ekki bara að fagna og fá sér í kaldan eða eitthvað. Ok. Það kemur í ljós, eitt smá. Hver vill taka þetta á sig? Úps. Ég spenntur. Hvað er meira að tala? Ó! Halló! Leikmaður! Sælir? Til hamingju með sigurinn. Gífurlega falleg frammistaða hjá ykkar liði. Takk fyrir það, þetta byrjaði shaky sko, við fengum hérna Þór með okkur í flex og við töpuðum svo mörgum leikjum og vorum bara komnir í fyrsta leikin svo stressaðir. Ég er glaður að vinna á einhvern veginn að vinna þann leik til að bara, eins og ég segi, lappa yfir leik 2. Já, náttúrulega, fyrsti leikur var rosalega mikið upp og niður. Þetta var stressandi að horfa á. Það var bara mistök að gefa honum belveð sko, því við vorum bara eitthvað, er hann að fara þangað, er hann að fara hingað, eittum öllum orðunum okkur early, vissum ekki hvað það var, þeir fengu lead, þetta var bara, ef við hann ekki stólið barónana, þá væri við í leiðin í game 3 sko. Já, einmitt. Það er enda rétt. Þetta var, hvað maður segja, smite diff. Fyrir ykkur. Maður bara vaknaði, bara keyrði sig í gang og þetta var, eins og ég segi, voru þeir ekki með Soul, jú? Jú, einmitt, þetta var Hextech Soul, sko. Þessi leikur var grimmur, en hann sveiflaðist allt of oft. Ég held að það veri bara captainum okkar að þakka fyrir það, hann addi mitt, sko. Ég held að hann var að ná góðum pikkum á sindruðana og bara létti leik. Já, náttúrulega Aurora Masterclass, eins og maður myndi segja, í fyrsta leiknum. Sérstaklega seinasta fætið, þá sprengir hann sindru í millinu sem náttúrulega bara vinnur þetta barónfætt í endan sko. Þetta var líka bara hræðilegt drafta hjá okkur því eina engage okkar var Nautilus hérna húk sko, þannig planið okkar var að sprengja hérna mannesku en það gekk þér aldrei. Já, hvernig var að spila þetta gangplank inn í Orn og Belveð? Þau bara límast við því í rauninni sko. Ég var bara svo stressaður hvað Belveð var að ég byrjaði bara að tapa treytum early og bara það snowballuði svolítið hérna á undan þar sko. En ég vissi bara að þótt að ég skýt upp á bak þá get ég bara alltaf kúa barrels, fengið auka gull og mætt sterkari í næsta fætt. Einmitt. Já, nákvæmlega. Og síðan var hann alltaf bara Yorick Kingdom í Já, þetta var svolítið hræðilegt pikað Yorick í þessu leik með hérna Nocturne og Bard að róma en við bara gáðum aldrei leiði. Í þessum leik þá actually voru við að vorta, kala út Nocturne, þannig þegar við gerum playbot og þeir moveðu topp þá bara var ég að chilla hjá tower. Já, einmitt. Já, þeir voru svona locked in eins og maður myndi segja. Já, svo bara burnar Gnarflast
drepa hann eitt skiptið, tek 2 plates og bara leikurinn bara búinn fyrir hann topp, sko. Já, allan daginn, sko. Einmitt. Hefur einhverja skoðun? Þú náttúrulega þegar að fara að spila núna Dogs í finals á föstudaginn. Ég hef heyrt að Fortnite maður sé rosalega góður. Thoughts? Ég er junglerinn, eða ekki? Jú, ég sá Jarvan leikinn. Þetta var ótrúlegt. Hvernig, eru þið ekki í Dogs? Jú, ég er Fortnite maður. Já, ég var ekkert að spá því, en að því þetta var bara, sko, að horfa á leikina hjá okkur, þetta var, sko, þið voru að tapa, 1 gott play hjá Fortnite manninum, Keili kominn aftur í leikinn, þetta var bara, ég held að það er möguleiki að banna Orn á móti þeim hérna, bara til að stoppa leikið mitt og ég held að kannski þessi möguleiki að banna Keili á móti ykkur, bara svo ef við klúðrum, þá endum við ekki kannski í tapi. Já, ég skal segja, ég er spenntur fyrir þessu. Ég heyra að þið eru spenntir líka. Já, rosalega, sko. Og við mætumst bara sterkir föstudagskvöld. Já, líst. 19:30 ekki? 19:30. Þetta verður fjör. Ég bara óska þér aftur til hamingju með sigurinn í dag. Takk. Og gangi ykkur rosalega vel bara. Já. Nei, ekki sömuleiðis. Sko. Takk samt. Herru, þetta var leikmaður. Já. Góður andi í honum. Rosalega góður andi. Toppleinerinn hjá þeim. Úðalega flotti leikmenn allir saman. Vel spila bara hjá báðum liðum. En það endanum það CPT sem kemst áfram í úrslit á föstudaginn. Dogs á móti CPT 19:30. Bara be there or be square eða eitthvað. Eða nákvæmlega. Jó. Er þetta ekki bara komið hjá okkur, eða? Ég held að þetta sé komið gott, sko. Bara Fortnite maðurinn og Died for Ward er bara out, sko. Já, ekki? Jú. Ja.